Broddi, Steindi og Gils. Klukkan 4, það föstudagurinn 31. október og F95 Blöður hafi göngu sína á þessum, Halloween degi. Það er rosalegt. Við erum búin að vera það lengi í loftinu. Ég trúi ekki öðrunu að það hefum hitt á Halloween áður, en ef ekki þá er allavega spennandi að sé Halloween. Ég er með Halloween partí í vikunni. Já, ég sá það. Mamma og pappa taka Crazy Bastard, ég var ekkert eðlánað með það. Já, þetta var svona svolítið fyrir þig. Já, þetta er svo gaman maður. Ég elska Halloween. Mér finnst einhvern veginn að Halloween er að stækka. Já, það er að stækka á Íslandi. Það verður ekkert með það. Málið það, stemningsdagar. Allir við erum að taka alla stemningsdaga sama frá hvaða landi það er, hvort það sé Bandaríkin eða önnur lönd. Já, það taka eins og 5. maí og 5. maí og svona. Já. Við höfum bara að vera, sko, Ísland á bara að vera, við bara tókum alla þessa daga. Eina landi í heiminu sem er með alla frídaga. Já, að þú vilt vera í alvöru stemningu, hvað það bara hinga og taktu þátt í söllu. Þú veist, það er bara að því að minna, þú veist, til þess að af hverju ekki? Af hverju ekki að hafa einn og eitt þú veist, þetta eru en náttúrulega Halloween er ekki rauðudagur. Nei, en þetta er bara gaman. Þetta er svona eins og sprengidagur og bolludagur. Það er ekki rauðudagur heldur. Já, maður finnur líka eins og með krakkana krökkunum finnst Halloween 10 sinnum skemmtilega heldur en öskudagur. Já, samt er öskudagur orðin mjög líkur Halloween. Við höfum nú rættað hérna aður öskudagur þegar við vorum yngri. Þetta er alltaf reyndar, ég þoldi ekki munið þarf alltaf að segja þetta. Já, þegar við vorum yngri sko, ég man eftir því þegar ég svona 5-6 ára, þá varstu bara í ruslapóka með svona og varst að hengja póka aftur á fólk. Já, hvað ertu bara eldri en tíminn? Hvað hét það aftur? Þessi pókar sem að setja aftur á? Öskupókar? Nei. Ég held að ég tengi ekki við þetta að vera að hengja eitthvað póka fólk. Já, rámar ég þetta á blöku. Já, þá er ég svona 5 ára aðna, bara í fellaskóla. Nei, 6 ára. En ég held að Halloween, þetta er rétt og stóni, Halloween er meira spennandi fyrir þið cool. Þau eru líka á YouTube 24/7 og follow okkur og forríkar fjölskyldur í Flórida og það er allir í Halloween. Ég er byrjað að setja stopp á YouTube Kids heima að mér. Þetta lið, talandum þetta forríka lið sem er að búa til þessi vídeo með krökkum sinum. Diana, Róma Nastia og allt þetta. Ég gerir mig fulla grein fyrir að ég er ekki neitt aðstöð til þess að rakka niður sjónvarpsefni með margt sem ég hef gert í gegnum tíðina. Þetta er eitthvað mesti viðbjóð sem ég horft á og svo fyrir krakkin að haga sér eins. Þetta tala um hvað það tala, eitthvað svona fullar fólk í búningum og. Já, og svo bara með úlinga, það eru nokkri þarna sem byrjuðu sem barnastjörnur, eru bara orðnir úlingar. Allir að keyrum á einhverju Lamborghinium og þetta er bara fjölskyldur í Flórida eða eitthvað starf þar. Já, líka í Dubai og eitthvað. Já, þetta er svo eitt sem Eva er að fylgjast með, hún er 11 ára, það er eitthvað Royalty Family. Ef Royalty Family posta vídeo þá það er bara hlaupið inn í herbyggja, skellt hurðinni og það er bara allt lagt niður sko. Og það var að læra að prófa eitthvað mikilvægt að gera, það mútti hætta öllu sem var að gera. Hvað posta þau oft í viku? Það er ekkert svo oft, þetta er ekkert á hverjum degi, en þetta er svona löng og vídeo, þessi 30 minna löng og leggja svona metnað í þetta En ekki það, maður getur lítið sagt þetta lið mókarinn peninga ásöldi. Já, þetta grunast, þetta er álfur YouTube-móni í þessu Diana Róma. Eru við getað $1,000,000? Jú, það er álfur-móni í YouTube, þú komið þessi views. En þú veist, munurinn á þessu er samt það að, þú veist, með Halloween koma partíin og svona, þú veist, fyrir krakkana, því að ef það er öskudagur, þá lappar bara út í næsta verslunarkjarna og syngur eitthvað Gamla Nóa, skilurðu? Já, og það er eitthvað karmelu. Þegar þú segir þetta er kannski meiri stemning í Halloween. Já, það er allir, þú veist, krökkunum fyrst gaman að þessu skeridóti og þú veist, að hafa þessa stemningu í kringum þetta og svo er líka fullorðna fólki farið að skemmt þessu konunglegaðna þegar krakkarnir fara á bara í pálsum. Það eru pottet allt morandi Halloween-partíð í kvöld. Það er búið að vera Halloween-party í öllum, bara alla mánuð. Ég var í Halloween-party Kolbarans 18. okt. Býtt af hverju? Að fólk heldur þetta bara á Það er bara eitthvað tíma í oktober. Fólk bara býr til eitthvað tíma og við ekki eitthvað í anskutan. En var það með bjór og lætið eða? Já, það var bara partí. Og það var skreitt þannig að sko ég tók vídeo þetta er nánast bara sýnið í stúdíu og velta fyrir steinum hvort það sé ekki lægi með Ásgeir Kolbeins og Heru ég hef aldrei séð svona skreitingar og þau fara all in bara. Já, út á Svölum var eitthvað beinagrind sem var á stærð við bara vörubíl, aldrei séð hvernig komu þessu heim. En þú veist, ímynda eitthvað það strákar, núna er þetta að byrja sko að fólk er að skreita inni á sig fyrir partíin. Í Bandaríkjunum er fólk að skreita sko húsin sína utan og stundum heilu göturnar að skreita bara göturnar. Þannig að þetta er alltaf að stakka. En ég veit ekki alveg hvernig við gerum það endar
í okt á Íslandi að skreita mikið fyrir utan. Hvernig á morgun? Já, það erfitt allavega, sko, við reyndar hérna, við ljúum ekki á hlustundum, við vorum búin að segja það í blöggastuna að við erum ekki beinni núna. Nei. Já, það er eins og staðan núna erum við að lenda á Kanari. Nei, við erum lendir. Nei, við lendum, við erum lendir. Við lendum hvað, 15:00 local time Já, það er sami tíma og hér, þetta er bara eins og tenni. Já, því veistland. Og við erum á leiðin í brúðkaup á morgun hjá einu enni. Þannig að við erum að taka upp á 50. Og það er allt á kafi snjó og verður pottið á morgun. Snjórinn ekkert að fara. Það var þetta að hitta eitthvað held ég, en þetta Já, við þurfum að fá regningu alveg í kvelli. Tjöfus, ógeð sem þetta er. Já, strákar, ég verð að koma með smá snjósögu núna. Já, við náttúrulega sko. Við fylgdust með þessu öllu þarna hjá þér á miðvikudaginn. Ég sjálf það skemmti vel á æðminni. Nei, á þriðjudaginn, að já. fylgjast með chattinu okkar þegar þú varst Herðu, on the road. Sko, þetta máli er að ég var að fara í búningamátun niður út af Granda. Já. Og ég bý í Mósbænum og ég lít svona út í gluggan og það alltaf komið fullt af snjóðum morguninn og veist, ég viðurkenni Það var alltaf kafi snjó. Já, en samt náttúrulega hélt áfram að snjó allan daginn, sko. Já. Og ég lít út og ég segi, já, ég hef þetta, ég er á sumardekkjum. Þú basically, já, þú sko, sumardekkjum og framhjóladrifnum bíl. Já, og ég horfi. Keypti það jeppa sem var ekki fjölsjóladrifin. Já, ég bara veit ekkert bílan þar, þú veist ekki, en mál ég elska Nei, bílum, sko. já. Hann bara erfið núna. En sko, ég fer bara út í bíl og bara, já, keyri Og bara. hundsaði lögguna. Lögreglan var búin að biðja alla sem eru á sumardekkjum að vera heima. Það var ekkert komin eitt út þá, ekki svona snemma. Þetta er bara snemma morgun. En þú ert alltaf að hugsa bara, ég er að jeppa smá snjós Já, og ég á sko. og þú bara neglir út. Já, og ég á í dekk tíma. Þú veist, bara, en þú máli er að það er 19. nóvember eða eitthvað, Það hjálpaði ekki mikið þarna eiga tíma. Og ég bara, ég fer að stað og bara, ok, svo er ég bara komin í Ártúnsbrekkuna og þá er ég bara 20 km hraða og ég finn bara, ég rétt tapp á bremsuna og þá get ég farið í svona 18 ringi og ég bara, fuck, þetta er bara miklu meira en ég held. Ég var í smá ofmati og þannig að ég bara Ekki fyrsta sinn. Nei, ég mallar þar niður og þetta er það valasamt hjá mér að þú veist og bara heimskulegt og ég byrst bara afsökunar á þessu að hafa lagt í hann og ég keira þetta niður og ég hugsa ok, ég þarf að get my ass off the road. Ég hugsaði bara, ég á ekki að vera á veginum og ég ætlaði að fara að keira, ég er á Miklubrautinni, ég myndi eitthvað núna Skeifuna, þú veist, Hagkup er á nei, þú veist, þú ert á, hvað heitir þetta? Jú, Miklubrautin, þú ert að koma ljósónum hérna á Grensás Já. og ég hugsaði, ég kemst ekki upp þessa litlu brekku, þú veist, upp á 8 kringlunni ég fann bara, ég get ekki keyrt upp þessa brekku, þetta er valla brekka, þetta er 10% halli, þannig að ég tek ákvörðun að fara inn á Grensásveginn, því að það er bara jafnt og ég ætlaði að fara þar, svo ætlaði að taka Söðurlandsbrautina og fara svona, þá er ég bara í neðrumóti og svo ætlaði ég bara að skilja bílinn eftir út á Granda og bara sækja hann setna og ég færi þarna og fer þarna og ég næði út á Söðurlandsbrautina. Þú ert búin að vera í svona klukkutími eða ekki? Ég er að keira svo hægt, ég er að keira bara þarna á svona 7-20 km hraða, ég er ekki að íkja, ég er bara, og það voru allir að því sko, það voru náttúrulega 90% fólki á sumardekkjum. Já, bara þetta er svo snemma. Reyna að fara í Já, það er líka, það er oktober. Já, og svo náttúrulega geti ekki allir komist líka í dekk á sama tíma, það er að fólk fær bara tíma. Og ég mæti hérna, fer, svo keiri ég slæta í svona aðeins og með dekki svona pingu út af og það er bara fastur og þetta var ekki, ég get ekki eins og kalla þetta skafl, þetta var bara það var ekki neitt og ég er bara fastur og ég er bara what the fuck og svo eru konum 15 bílar eftir mér og mér veist reynda smá lélegt að fór einn gæi út til mín að íta. Já, bara hvað er henni 14 að gera bara er eitthvað aðeins sjáu það alveg að það er alltaf uglega þeim til varnar, þá voru kannski fleiri í sömu aðstöðu og þú og ef þau myndir stoppa bílinn þá myndir þau festa sig. Já, en þetta var samt skrítið sko, ég bara hvað er þessu bílar að býja eftir ykkur kraftaður ég hefði þurft 2 í viðbót, þá hefði bara bílinn þú veist, hefði ég ekki 2 í viðbót eða eitthvað, þá hefði ég bara losnað og lagt bílnum. Þeir hafa hugsað bara, ég er ekki að fara að íta þessa 67 ára gammallu konu núna sko, það er bara ekki fræðilegur hún er bara kann ekki að keyra þessi kona Ég enda með því, ég hringi Einsargun sem er svona fjallakall og veiðimaður og hann hefur gaman að þessu Hann var á 4-hjóladrifnu bíl Hann mætti bara með keðjur á dekkjónum spóla og með svona gaur framan á elskaði þessa típu eins og í Jurassic Park muni þessi Newman var með, þú dregur svona apparat framan á bílum rosalegt og svo er hann bara með fjastringu og það bara hann er alveg þar sko og hann leist hérna bílinn alltaf bara hann losaði bílinn á 0-1
og ég fer þá bara beint og hugsa bara alveg, hvar getur farið Komum svo ný Svanþór Einarsson, ný hetja inn í spjallið. Já, hann Það kemur þessum með betur. Já, við fyrir betur yfir hann en og svo bara hugsa ég, hvar get ég lagt án þess að fara út, þú veist, ég get ekki farið upp neina brekku, ekki einu svona 5 brekku. Þannig að það endaði með því að ég þurfti bara að keyra og sæbörðina tilbaka og fór út á Sprengisandi og lagði þar, keyrði bara hrattinn í skafl og svo bara býði eftir rigningu. Þá get ég farið og gerst eitthvað í þessum málum. Hann ennþá á Sprengisandi? Já. Hann verður þar til 15 nóg allavega. Já, en sko ég er með hugmynd. En fjórhjóladrifin jeppi. Já, það var hljóma svo rugglaði hugmynd. Það er svolítið seint núna. En það sem gerðist í þessu samt var að við vorum hérna og þegar við vorum hérna, hann eldi mig á Sprengisandinn, þá voru bílar að reyna að komast þar, þú veist, upp í bústaðarkvöldi og það var bara bíl eftir bíl í rugli. Þannig að við vorum að í 2 tíma að nota græjuna hans og íta bílum. Já, þú veist, það er svo astnalegt að þú sérði einhvern festast, þá getur ekki bara labbað í burtu og það gerist alltaf aftur og aftur og aftur, náðum ekki að hreyfa okkur neitt. Þannig að við 2 tíma að íta bílum og mér leið svo vel með sjálfa með þetta. Ég bara svona það var þess að bara cardio, það var æfing fyrir. Já, ég hugsaði líka bara þú redeemaði pínu þar, ég var sko í bíl, ég var að keyra frá bústað út af vetrarfríi. Mér leist ekkert og var lagt í hann sko. En þú sko, ég verð að gefa þér það, þú redeemaði það því ég sagði við Rakel bara þegar við vorum að detta inn á Selfoss og eitthvað, þá var ég að fá þessi myndbönd og þessar sögur frá þér inn á chatinu. Ég sagði þér næsta, ef allir væri eins og Steindi Junior þá væri allt í rugli í samfélaginu. Ég hugsaði bara með mér, þú ert að menace to society en svo redeemur þig af því að í 2 tíma ég gerði það, þá varst þú að íta og hjálpöldin einun, þannig að það er ekki alveg menace to society. En herru, veistu hvað, ég var svo glaður með það sem er náttúrulega líka svo galið, ég var svo glaður við sjálf mig að ég fór heim og opnaði rauðin. Ég opnaði rauðinslösku og við fórum bara, þú veist, og Einsi og frú og allir fórum bara heim og bara, herru, nú opnum við bara rauða. Við hefum að skilja. Við gerðum það líka sko þegar við vorum komið heim 3 og þá var sagt við fólk að það mættir ekki fara út eftir 3 sem náttúrulega mesta bull sem ég veit það var ekkert að veðri. Þetta var smá skell fyrir þessar veðurfræðinga þegar áttu að koma eitthvað alveg viðbjöður. Það var logg. En við opnum líka rauð, þetta var svona pínu eins og COVID. Maður bara allir heima klukkan 3 Þetta var jólafílingur. Þetta var þetta kósí. Fólk var bara heima. Þetta var mjög næs. Þú þurftir ekki að fara út. Þetta hefði mátt koma 21. des eða eitthvað. Þetta veður. Þetta var mjög jólalegt. Ég veit ég kem út eins og algjör hálfviti með þessa sögu sko. Þú bergaði það eins. Já, en ég ætlaði samt bara því að sko þú leist út úr gluggan og ert á jeppa. En ég held að sé bara fullt af fólki sem lendi í sömu stöðum. Já, ég tók með þess að screenshota þegar ég var að gera grína hvort þú var einu með hann á landinu sem er á framhjóladrifni jeppa. En svo bara þetta var smá eins og zombiefartur svo bara hann á Reykjanesbrautinni. Er þetta ekki Reykjanesbrautin bara hjá Sprengisandi? Já. Þú veist, þar var bara bílar miðri götu búin að snúist í ringi út í kvöldum. Það voru allir í rugli sko. Allir í rugli, þetta var smá svona bara eins og zombiefartur. Sáu ekki líka það er bara með betri vídjón sem ég sé, þetta var nú mest lesið núna. Sáu ekki þegar eitt bílinn var að slást við manneskja hjóli. Jó, bara í grái. Já. Það var eitthvað reyður hérna. Það var alveg. Svo vildi þau koma núna með bara útskýringu. Sáu það? Þetta var nú ekki alveg svona því að aðdragandi var eitthvað öðruvísi. Já, hann hjólamæðurinn gaf þeim víst puttan og var búin að vera að reyna að taka síman af þeim og eitthvað. Þau ætlaði að hringja í lögguna. Það var allt, þú veist, hvað er að gerast þegar fólk? Kemur smá snjókoma og það er bara fólk farið að slást. Já. En svo vitum við ekkert hvað gerist þetta. Nei, ég hef ekki hugmynd, ekki var ég þar. Þetta var eitthvað reyður allavega að keyra. Já, þetta gerist svona hjólandi hálfvitið þarna. Já, þú veist. Farið í tauganar og svo hefur kannski gæi rekist í bílinn eitthvað örlítið eða eitthvað. Það er eitt að vera á framhjóladrifni jeppa en annað að vera hjóli í þessu. Já, en mér finnst einmitt samt í svona veðri að þá einhvern veginn kemur smá svona stemning yfir samfélagið. Þú veist, það er allir einhvern veginn í sama liði. Ekki þarna, en mér leiði samt svona, þú veist, allstað sem þú ert allir einhvern veginn erbyrðu hérna og sá ekki þeirra farþegarnir voru íta strætónum og þú veist, það verður eitthvað svona. Það kemur líka eitthvað gott úr þessu. Já, ég meina alltaf að rífast. Og hleypur út á götu, hjálpa nágrunum að losa sig. En ekki að hjá Steinda, menn kerðu bara framhjá þér 14 bílar.
Já, það reyndar Það varst að vera eitthvað persónulegt við Nei, ekki fram með mig, Þig. það var bakum mig Allir að bipa og eitthvað, bara, heyrðu, hvernig var það drullar út af bílum og íta af mér maður? Hvað er það að bipa? Þú veist, bara verið með bara miklu Suðurlandsbrautinni og hérna, það eru 14 bílar, enginn, allir fastir út af mér Það er kannski verið eitthvað svona glerharður og fjórhjóladrinn í jeppa sem vildi bara komast í vinnuna Lákaði bara spóla fram hjá hana Þannig að eru að bókur í nagla bara í september á næsta ári Hver er gera það svo ógeðslega Þú vandið? þarft ekki að vera á nöglum, þú ætti bara að vera á heilsás eða bara vetradekkjum Sko, máli er að þetta kom svo óvænt á alla af því að það er raunni, segi ekki lögin og þurfa að vera komin á dekk fyrst að nóg eða hvernig er þetta? Og þú veist, þetta er rangan mann hérna sko. Nei, þú veist, þetta er allavega, þetta kom helviti flatt upp á lið sko. Já, þetta var alvöru panik í vikunni Og þegar þú fer allt í hennu bara, heyrðu það, að byrja að spá okkur snjókomu eftir 2 daga þá fara, þú veist, þá eru 400.000 manns að fara að panta sér í dekk Það er eðlilega komast ekkert allir í dekk sko. En að góða er akkurat núna eru við í sunshine Já, og loksins Það henda mér heldur miklu betur með þetta ógi á leiðin í brúðkaup, maður, alltaf gaman í brúðkaup Ennið að gifta sinna Eitt enn að gifta sig maður Það verður eitthvað stemming Við komum nýja mjöðum og gifting og það er bara nýr Það maður er alltaf på 10 hjá honum sko. Já, En það er hvernig- líka í þessu hérna, ég er svo fegin núna Ég er ekki að íkja svona, í gæri eða fyrir þetta var svona í fyrsta sinn sem ég var á 100% eftir þetta jóladagatal Já, Og ég bara meina, það til er í kaldan og stemmingu sko. Ég fekk núna skilabóð frá Fannari Klippara, okkar bestamanni Já, hann er að klippa það Fannar Skýring, Jóladagatalinn besti klippara landsins Hæru, hann var að senda Ég veit að Guðin er að hlusta, það eru nokkri bestu Já, reyndar Það eru margir Já, Guðni, sorry Þeir eru nokkrir Það er bara Allan, Hannes Það er ok, getur orðað Og þannig þetta er top 10 geðu sjúka Já, það klippa eru svona top 10 gæjar sem að deila fyrsta sætinu Já. En hérna, hann er að klippa jóladagatalið Og hann var að senda á mig Senda Senda hann þetta ekki að fara í loftið Nei, Segðu hann að senda nei, það er jákvæmt, ég ætla að segja bara nákvæmlega hvað gerist Ok. Ég sendi basically á hann á það, ég sagði bara Ertu búin að kíkja eitthvað á þetta Og bara, svona kall Þannig að hann vissi samt að hann vissi alveg hvernig það endaði sko. Hann sagði basically, ég var að klára 24. des, hann horfði á allt Þú getur ímyndað að hann fór í Hann gegnum er góður. allt, alveg hver einustu sekúndu náttúrulega, hann þarf að gera það Og hann sagði hérna þetta var í geðið Hann var mjög peppaður Við getum sýnt þetta Já, en hann sagði sko, svo sagði ég bara hvernig, þú veist, hvernig er það bara síðustu, þú veist, 5, 6, 7 þættirnir, þú veist, menni er með að munna, tjúna allavega og svona, og þá sagði hann bara, þú veist, menn eru vel farnir og Eðlilega, þetta er kannski 24 bjóra sérstaklega ég sagði hann sko, sem er ekki gott ég var veikur í þessu, við verðum að munna ég var veikur Sérstaklega og Það var veikur með hita já, og hann sagði bara, þú veist bara, þetta er bara eins og þetta er þú veist, ég meina, við ætlum bara að senda þetta út eins og þetta verður og Já, bara svo ætlum við að íhuga þetta næsta ári hvernig þetta verður næsta ári Því að ég held að sé alveg hægt að gera skemmtilegt jóladagatal á þess að þurfa að klára alltaf bjórinn sko. Eða bara að vera á sveppum þá Nei Þú veist, þú vaknar ekki þunnur og eitthvað nýtt koncept Breyta til en ég ætla Ég samt er að bara alveg til í áfengi ég ætla sko. bara að byrja strax samt disclaimerinn allavega frá mér að þetta er Þú varst veikur. mæla ekki með þessu líka Það er reynda, það er mánuður í þetta Fyrsta dagatali kemur 1. des Þetta verða 24 svona örþættir Þetta er kringu 10 mínútur þátturinn já, og bara það á ekki að leika þetta eftir og við erum, Alls ekki. við erum fertugir þannig að hérna, við ákvæðum að gera svo tilun við sjáum allir eftir og Já, ég Nú er þetta mun bara ekki átta- geta, ég er ekki að grínast Ég mun ekki geta þetta aftur Dagurinn nei. eftir og bara og nokkri daginn eins og ég sagði Ég var svona orðin góður bara í vikunni loksins Það tók það mig var bara- viku að jafna með þessu One time only Já. concept. Já, þetta er Bara þannig. vandamáli. Við erum að skoða þetta allavega eitthvað á næsta ári En við minnum á Dynout Það eru Dynout gjafabrinn Ef þau eru að fara að huga að jólagjöfum Og þá er þau komin á fullt Verður ykkur út Dynout gjafabrinn Og það strax en góð jólagjöf. Já, það er nefnilega fínasta jólagjöf Við erum með, góðan þáttandu ykkur í dag Kæru hlustendur, við ætlum að fara í Hvað er spurning getur gilsannars? Hörðu, King of Canary Þegar við erum á Canary Já, akkurat núna. Já, Ég er að spá svona hver er meiri kongur þar hafið þið farið á okkar strákar? Nei, Ég hef aldrei komið aldrei áður. Ég var Elskar náttúrulega eigin annað við hliðin á Ég er náttúrulega bara nýbúin að vera Tenerife, sko Ég er nýbúin að vera Þú, já, svo náttúrulega þetta er að verða vinsalla og sér það svo auðum einu náttúrulega á heimaðna BB King, Já. Self-made Millionaire, hann fyrir reglulega til Canary Sóli Holm er alltaf hana Homefather Já. Þannig að hérna, Canary er svona aðeins að rífa sig í gang Kannar ég ekki, en það sem mín upplifun var eini munurinn sem ég fann svona því að þú veist, þetta er alveg, þetta er nánast einskilu, þetta er bara Þetta er ekki alltaf sama bara Hinga til er bara verið meira party á Tenerife yngra fólk, hann er eldra fólk, meira chill Já, ég meina, við erum heldur ekki að leita í partí, við viljum bara vera Oh yeah, I like to party Nei, síðan hvenær fórst þú
Egil, að maður ég aðeins minna á He þig. likes to party. Þú fór síðast á okkur klubb til að partía fyrir svona 15 árum. Þannig að hvað er það byggla? Já, flöskuborðinu er svolítið döðið hjá Gilsarunum, sko. Kanari hendar okkur fullkóla. En málega er En það gáðu þær í FNÍFM blöð síðasta föstudag að þú varst búin að þroskast 9 af 10. Það er rosalegt sko. En einu munum sem ég fann, kannski er ég að tala Það er teitt faglega mat, einu sem eru verið að okkur þrem. Já, það er rosalega raka munur. Þannig að basically þegar þú ert að, þú veist, mann líður eiginlega eins og það sé miklu heitara. Á Kanarí. Já, þú veist, það er bara svona, mér fannst það alveg vera mikill munur, sko. En Er Mallorca alveg dött? Munið þegar að voru alltaf allir að fara til Mallorca? Það er að koma comeback. Það er ekki dautt en Íslíkar Það er engin íslendingur að flytja til Mallorca núna. Ég er að Magaluf væri með Það er bara comeback. betra veður á tenni. Magaluf, eða þú ert eldri en 20 þar og þá ertu bara hálf ógeðslu. Magaluf. Mamma og pappi voru þar núna bara fyrir 2 vikum. Voru þið Magaluf? Voru þið Magaluf? Er þetta kallað það? Já. Þetta er svolítið young men's game að Fólk vera gerir liður Magaluf. sig þarna. Herðu, en sko mamma Einu og sem fólk pappi gerir. Já, vonandi gerði þau það. Ég myndi bara að vilja það fyrir þau. Herðu, hérna Já, þau Fór gamla settið til Magaluf. Nei, og þau sko Þau gistu inn í borginni, fattar við, þú veist. Þau voru ekki á hóteli með sundlaug til þess. Þetta var svona inn í Magaluf. Já. Og Það er strax öðrulega jákvæðara. og þau voru að segja að það var alveg æðislegt svæði og skoða. Fóruðu út af Sveitabrygginn? Skoðuðu þið svæðið? Egil, þau eru Ég er að segja bara, þetta er 67 ára já, gömul. Sko, við fórum til Magaluf fyrir svona, hvað ætli sé, 15 ára síðan eitthvað, vorum við 30, ég, þú, Hjöppi. Þú veist að Svessi var þetta í Það? sumar með fjölskyldinni. Ég er bara einu sem fætti Magaluf sko. Já, það var þar við fórum allir. Það eru 15 ára síðan held ég. Er Þá það- fannst mér við vorum bara eins og einhverju gamlingjar. Er það ennþá, já, vinsar? Já, sko, Svessmenn fór með fjölskylduna þarna bara, þetta er náttúrulega á meginlandinu. Hann var hann í júli á 40 stæði hýtti. Bara núna í júli? Já. Í Magaluf, tók hann gristlíkar í Þú Magaluf? ert að rugglast, þetta er ekki Magaluf eða. Hvað Var er það það? þar? Nei, hvað heitir þetta? Er ég að ruggla svo? Nei, Nei, ég sé bara alveg með. Er þetta ekki Getur á, vel verið. þetta er bara á meginlandinu, hérna. Fyrst er töff að segja á meginlandinu. Það er búin að segja það svona þriðis. Já, ég er gaman að segja meginland. Sko, Svessi sagði, þegar ég heyrði í Svessa, þá hérna var ég mitt á þessum eigum og svona, hann alltaf aðeins slakari, þú veist það kannski, samt varlega hittabilgjum, það var 30 kannski, þá 40 honum, sko, það var Það er bara að- dauði, sko. Ok, það er mikið. Eitt sem ég fætti ekki, nú er Ibiza og Mallorca bara hlið við hlið. Já, Miklu frekar fallið Ibiza nú. alltaf. Ibiza, Það er orðið the shit. Þeir Það var skrúfuðu- með ræðilegt orða, Já, sko. Já, þessi það skrú- var svona Magaluf Benidorm, sko. Já, en þeir skrúuðu verðin á öllu 500% upp, sippuðu þannig bara fyllibittu breytanum út og, Er það allt í- fyllibittu og Íslendingum með út? einni breytingu breyttu sér ykkur lúksusegi. Já, við getum líka, við erum rætta hérna, við getum ekki verið að gera alltaf lítið úr breytunum því að Íslendingarnir eru orðnir bara eins. Ég held að sé allir á tenni núna að hugsa hvernig komum við Íslendingarnir með í burt. Já, það er Við erum bara orðin nýjum breytin, sko. þessu lið í burt. Nei, nefnum minna, þú veist, þetta er Morandi fullum Íslendingum alltaf, Já, það er bara- sama hvert þú ferð og heilir bara íslensku. Ég get lofaði því að núna allir sem að fara á svona ársáttír erlendis eða haldið brúkup og allt þetta, það tengi allir það sem ég var að segja núna. Hóteli sem við voruð á, það hefur enginn séð svona áður. Það er alltaf sama, það hefur enginn séð svona áður þegar Íslendingahópur mætir. Já. Og það er bara verið að bara þjónustan, það er bara verið að, heyrðu, hætti að nostra við þetta, bara dæla á Við erum bara okkur. kynst þess að við erum að veislustýra stundum ellendis Já. og það er alltaf, mústu að því að við fyrir og Vínið hittum. klárast á svona stöðum. Já, við erum alltaf farið inn í eldhús og við erum að tala við kokkana og við erum svolítið í bandu við fólki sem er að sjá drykki og annað. Þetta er nákvæmlega svo Steindi var að segja. Við fáum alltaf þessa línu, við höfum aldrei séð svona. Það er líka bara því að- áfengið er bara búið. Það fólk er að komast af þessari eyju og hún er drep, þannig að fólk náttúrulega keyrir í sig, það er svo ánægt að vera farið en svo, ég myndi ekki bara hvernig þessu flugvöli sem við vorum í áðan. Já. Ég get lofa að það er ekki einn gull light eftir í vel. Ekki einn. Nei, ekki á leið reyndar til jú, Kanarí, kannski. af því að þau vita að Íslendingar í vilinni og við erum að fljúa Icelandair þannig að þau vita nákvæmlega hvað er að lappa út í þannig að það verður nóg til. Ný komið gull light í Icelandair, þeir hlustu á gaggrinni, ég elskar að fólk hlustar á gaggrinni og rýfur sig í gang. Verður við ekki aðeins að tala um Kolbaran og Arnar í pingjunni og Já, viltu finna miljón? Þeir voru fastir í Ég vélinni. átt að vera í þessari vél, ég átt að fara út þrið, Já. breytt í first þrið. Þeir, sko, Kolbar náttúrulega er fram í business class með steak. Lífið lék, hann var ekki með gristling, hann og Hera voru hann í business og hann var að senda vídeo og hann var inn í vélinni 5 klukkutíma ára fyrir lofti. Það er þreytt. Þetta er 10 tíma Þrátt fyrir að vera ekki monkey. Hörru, hver er í monkey? Arnar okkur besti maður úr pingjunni og viltu finna miljón með 1 árs krakka.
í 5 tíma áður hún fyrir Þetta loft. er bara mín versta martröð að vera með einsás krakka fastan í vel í 5 tíma áður hún flýgur í 5,5. Ég hugsa að ég hefði bara farið úr vélinni. Það bara ég ætla ekki að taka það 11 tímar í þessari vél. Þú gast ekki fara úr henni. Þú gast ekki fara út úr vélni. Nei, þú getur ekki sagt bara, við erum hættu Hvað það segja bara, ég er farin. En af hverju má Snjóstormur úti. En ég með Það var frábæra ekki hægt að opna vélina og það var bara allt í apaskýt. En ég með frábæra hugmynd fyrir hérna bara flugfélög yfir höfuð. Og bara í Þegar- Savia þá. Bara öll flugfélög. Þegar það er tafir leifir fólki að fara bara inn á flugstöð og kallið svo bara í þau og segja bara ekki fara langt. En veistu hvað er versta reglan? Nú Kolbarinn, sem er raging alcoholic, hann situr hann í business og eiga frábæra, ok, ég get að vera hérna í 5 tíma. Ég geti fengið good light. Nei, meðum ekki server þegar vélina fyrir lofti. Það er apaskítur. Veitu hvað, okkur má það ekki? Það mátti ekki fá bjór þegar vélina fyrir lofti, þannig að hann var búin að sko, þrýsta nokkrum niður á jómunni, þeir út í vel, í gýr. Þyngast upp Það eru þar. kottu með 2-3 læt meðan maður býðist til að fara. Þarna, ef þetta er bannað, þarna á bara flugþjónir, flugfreyjurnar aðeins að hérna Ég held reyndar að þetta slæta tveimur. Ég held að þetta sé reglað allan heim. Því að Það ég, getur ekki breytt þeirri reglu. já, því að ég man þegar við Eiður vorum að fljúa frá Miami til Vegas og deyja úr þingu og leiðin í steggjun þá báðum við hvort það var svona senkun á vílinni Já, já. og hún var bara föst út á braut og við spurðum hvort við getum fengið eitt vodka cranberry og hún sagði nei, við megum ekki afgreiða hérna, áfengi fyrir hún komin í loftið við bara og svo sá þetta var svona hérna, ekta svona kani og hún svört svona og bara ógeðslega hresskona Já. svo komum við til okkar hérna stráka mínu, hérna er cranberry juice fyrir ykkur við bara, nei, okkur langar ekki í cranberry juice hérna er cranberry juice handa ykkur strákar og sáum bara svefnum, herðu tókum sopa, á vodki í svo veistla Launahækkun og hana, bara í kvelli. já, Eiður gaf henni eitthvað alvöru þjórsvið þegar við lendum sko En ég er bara svo spenntu fyrir sko því að nú er ég búin að sjá blöðar hann að panta drikk yfir var látið maður þarna niðri. og er svona manni sem var bara hætt kominn alveg 100% sko og svo hann líka það var látinn. ekki svarið svo leikur sko og vildi fara á klósetti þetta mástu líka þegar það var einhver gæja það var einhver annar case sko svakalega sem þú veist ekki á, gaur með hita og Já, var að spyrja hvort það áttu hitastillum Já, þú veist, það var alltaf að vera að snúa öllu á kolvarn út á Sko, veistu hvað hefði glatt mig? Hvað gerist þér að snúa Ef að svo þið mikið? tveir hefðu verið í þessari vél sem að Coldfather var í, Já, það hefði verið svo gaman að fá sögurnar eftir það. já, það er Hvernig þið leistu þetta? já Engin bjór, 5 tímar. á leiðinni líka út í sólinu og eitthvað svona sko. En það er líka verið fínt held ég því að hefði maður mátt drekka þessa 5 tíma svo halda áfram að drekka hina 5 tímana voru ekkert alveg svo hressastu þegar hún myndi lenda Eftir 11, hann var búin að drekka í 15 tíma, hann byrjaði alltaf í jómunni vel snemma, hann mætti bara, þetta er alveg 15-16 tímar að keiri í þér. En sko, máli er að því að þetta gerist alltaf þegar við blöð erum tveir að fljúa þegar konuna komast ekki með Men við erum bara tveir Við erum að fara á bara sem morgun. date Það komist ekki þess að ferð Þannig að Nei. við erum bara Þá veit ég bara að það er að gerast eitthvað í þessu flugi Ég fæ, Það er það líklega- kemur eitthvað upp að því alltaf við fljúum tveir þá gerist Það er eitthvað líklega einhver skýrsla í næsta þætti. Já, Ég held að sé að því að þá nær steindi að ljúga við erum ekki með fleiri vitni þannig að þá er ég örgulega Nei. að lappa yfir dauðan Ég- mann. Ég er með ykkur í vel, ég get þá myndu sjá þetta allt saman. Veist hvað, þú getur núna orðið vitni af þessu sko. Já, ég meina, ef það er látið maður framan ykkur og blöð pantar Þetta að bíu, var ekki kalla þá mig. Gaur í 10.100. sinna og Kalla á gaur mig. sem fekk aðsvip Herru, styttist þér í spurningkeppni Gilsar af slúður og fleira en hendum ég eitthvað gott lag hérna Þetta er Þetta er fyrir FM að hlusta á FM 957 hér á FM 957 Gleðilegan Halloween Nei, maður segir það nú kannski Jó, allt Gleðilegan Halloween. Já, skrítið En eina hérna talandi að við vorum að ræða á hann hérna í fyrst einkomu að taka allar þessar bandarísku hefðir Þið eru ekkert voðalega hrifnir samt af Valentínusdeginu með það Er hann að vera stærra á Íslandi líka? Mér finnst hann allt í lagi En mér finnst Gefur koninni gjöf á Valentínusdeginu? Nei, ég held að þetta sé meira bara svona eitthvað kaupum osta og höfum það næs eða eitthvað sko. Já. en ég held sko, það er einmitt málið þú veist, Íslandingar eru svolítið sveitó það er valentínsdagur, það fara allir að herru ég ætla að fara að kaupa hérna, nýja síma handa konni eitthvað svona Það er ekki meira blóm Nei, þú veist hvað ég við þú veist, eða Ég vil konur segja ekki að gefa konu sinni nýjan síma ekki Nei. nema að segja eitthvað alvöru tekjur og Nei, ég veit það, ég er bara að segja þú veist, það er svona sveita stemning yfir sko að, þú veist, þetta snýst ekki að fara bara og kaupa eitthvað, skilur þetta er Sko, Valentínusdagurinn er risastór í Bandaríkjunum og þá er alltaf bara hérna sorglegasta sem þú getur lent í þar er að þú ert á lausu á Valentínusdaginn já, og það er alveg bara, veist, það er fullt af bíómyndum með það ég veit það Það er bara að vera single á Valentínusdeginum en En ég meina, ég held til dæmis eins og Hverjum er ekki sama? Þú veist, á Íslandi á Valentínusdegi ég held að sé alveg erfitt að fá borð út að borða það Þú veist, ég held að fólk sé alveg að gera er ekki 14. feb
Jú, það ekki Það var að laugadegi næst Já, þá reyndar verður glæðilegt að fá þetta bara Laugardagurinn 14. feb Já, Sko, Halloween og föstudegi, Valentínsdaginn og lögudegi mér finnst frekar að bónda og konudagurinn Ég sammála því. Það er meira að vera svona Árugjafir og svona. eitthvað svona, já, eitthvað svona lítil sætgjöf sem að þýðir eitthvað og eitthvað næs og Við eitthvað erum svona örgulega svona með ég hugsa að við séum 3 órómatískustu útvarsmenn landsins Já, Nú þekki ég ykkur ágætlega og ég er að taka sjálf með þar inn Við erum alveg hræðileg Við erum að reyna að vinna í því Við erum búin að reyna að vinna í mörg á Ég var Guðmunds eða romantískur Það kemur ekkert óvart, það er líka bara fullkomið maður Heiðar Ösmund sko, hann kemur blóm heim okkur með einasta degi sko, bara Það venjulega er bara mánuði. allir dagar, Valentínusdagar hjá Heiður Ösmann ekki trúið á því Já, þú veist bara þú veist, ekki fara út í búð og köpa skó gerðu mixtape, það er ég að reyna að segja það er það sem áttu að gera Já, mixtape Það sker eitthvað Það er 2025 var ekki Svona hægt í spólu Þú veist, ekki bara, já, þá er ég Þá að bara tala hvað playlist á Spotify En þá var að gefa græðinu til þess að spila þið Já, mixtape playlist á Spotify var gott En nei, ég er meira að tala um bara svona að þú veist að þú sést búin að hugsa eins út í hvort að gera ekki bara að koma ekki staði við Nei. En það Leggja smá þátt í þetta Já, það væri, hérna, þannig finnst mér að bónda á konundar yfir það Já, Og Valentínus á að vera bara næs það borði eitthvað gott Já, svo er náttúrulega, við erum ekki romantíski blöð Nei, við erum mjög langt frá því en við ætlum að fara í slúður, drengir og ég er með ágætis pakka handa ykkur Ég ætla að byrja á George Clooney Það er one hell of a man Rétt. Það er einhvern veginn lífið leiku við hann Ég held að, Er það? Ég hef nú ekki séð hann lengi já, það Ég sá hann næstu því á leik koma á daginn Ég rúndaði að fara með húsunars 4 sinnum Já, vá, sást hann næstu Og ég var býttur að fara rölt út í garð og tegja úr sér Það verður veistlega maður Sko, hann er núna Ég kallaði á hann Það hefur verið veistla Já, það hefur verið veistla Huge fan Erfið íslensk fyllibita En leika þess að George Clooney og Rande Gerber sem vist einhver viðskiptajöfur og er eiginmaður ofurfyrirsætuna Cindy Crawford Ég var rosalegur Cindy Crawford maður í úrlingur Ég var með plakkautöðinu um alla megg Já, og skrifin henni Já, Kroksar eru hreifnir af svona módelum og nei, það voru alveg festir Pamela, þetta er þeirra Baywatch er upp á sitt besta Ég var svolítið svona fyrir utan þann hóp Fórst á móti strömmnum og fórst í mótelin ekki í strandurinn Það er bara Cindy Crawford, mér finnst hún voða sætt og það er þeir sem satt stofnu tequila fyrirtæki sem heitir ennþá Casamigos fyrir nokkrum ára síðan seldu á 2017 fyrir 1 miljard bandaríkjadala það eru 130 miljardar íslenska króna Það er enga bíómyndir, allur ferillin hans nærði ekki sko. Aldrei Hann er moldríkur út af þessari sölu og það er meira þess að var sturlu staðurinn sem ég sagði þetta fyrir nokkrum ára síðan að hann gaf öllum, hann á sem sagt 10 bestu vini, æsku vini og menn sem hann hefur kynnt svona gegnum tíðina hann gaf þeim öllum $1 milljón þegar hann seldi fyrirtæki en það var með því skiliði að urðu allir að segja já máttir ekki segja nei við gjöfinni ef einn hafði sagt nei þá hafði hinn ekki fengið þessa $1 milljón þetta er sönsaða og sem endaði þannig að menn fór eitthvað að rífast og endur að segja allir já þannig að hann gaf bara til dæmis $10 milljón sem er engin eðl upphæð af þessu þegar hann seldi þetta Það er ekki samt að þú 8 miljard Já, hann var að selja fyrir miljard hann náttúrulega á líka fullt af pening bara eftir alla bíómyndar og þættina það er nóg til Ég er að finna hvað er nettur þegar hann sér að stendur þetta 500 miljónir networth Já, það er slatti og það networth ég myndi segja að það væri nú aldrei accurate þú veist, einhverjum eru tvöfald að þessu uppæð sko. Já, pottjett En hann er að koma aftur inn í vínbransan vínbransan því að þeir eru byrjað að brugga óáfengan bjór sem er svona nýjasta ævintýri þeirra félaga og hann kemur á markað í mars á næsta ári og ástæðan fyrir þessu er að Clooney viðurkenndi hann yfir svo rosalega þunnur svona eftir Gold Jam og sérstaklega eftir einhverja velunaháttíð sem var í júni og þá kann að fara út í að brugga óáfengt hann ennir ekki þingur lengur Óáfengur er í bullandi sók búin að vera í 1-2 ár og er núna alltaf bara meira og meiri sókn á óáfengum Já, ég mun aldrei hoppa á þann vagn en þetta er vel gert hjá Clooney og hann er örgulega að fara að breyta $1 í $1 miljard eða eitthvað Það er alveg momentum með óáfengur bjór sko þetta er Ég meina þetta er að gera þetta áður félagarnir Þeir verðast vita hvað það er að gera Þetta er alltaf eitthvað er þið bóðin hlutabriðu sem mann myndi stökka á það Ég er bara að spá einu, þú veist, af hverju alltaf tequila fyrirtæki sem er alltaf að gera svona gott Af því að þú átt vist að vera svo lítið þunnur af tequila Ég er að segja tequila er alveg Ef þú drekkur bara tequila Ég var nú búin að lofa ykkur í blöðkastunni Ég ætlaði að reyna þetta ekkert mann Ég er með tequila heima En þá vist að vera þannig Ef þú bara drekkur það Bara gott tequila Þá átti ekki að vera jafn þunnu daginn Já, ég veit En þetta hefur aldrei náð einhverju rosa vinsældum á Íslandi Nei, það er af því að við drukkum yfir okkur af tequila með rauða hattunum hérna fyrir ykkur 15 ára síðan og allir ældu og fengu ógið Og meskal í normurinn hérna syndandi í honum Don Julio var ekkert komið á sko Nei, en ég áttu ekkert hjá ormin
Nei, Alls ekki. Ekki? Nei, ég held ég að bara tekið 1 tequila Varst þú fyllir og svo ekki? aldrei aftur. Nei, ég síðan hann ormina í etin. Það var, alltaf þegar menn kom með tequila frá útlöndum með orminum í, ég er lítið áhuga á því. Það var alltaf einhver stemningsmaður sem átti þetta í partíum. Eru þið tequila menn? Alls Nei, ekki. alls Nei. ekki. En þú veist, ég áallar eftir að Björki Tór gaf okkur flösku. Já. Þá á ég high quality tequila. Ég með að En meina, ég ég þarf eiginlega að langar pröfa þetta. einhver tíman að testa það. Já, blöð, Þá er það ekki lofa því að flöskunar. Björki Tór er með high Eiginlega. quality gæði. Það er 100%. Já, þú Ég er ert með þetta inn á skrifstofu sportsunum. Þannig að þú bara, En ég sko, þannig að hérna, við þurfum eiginlega bara að taka reynsli á hvað er vinsalasta áfengi á Íslandi? Er það vodki? Já, hann til ég skjóta á. Ég er ekki að tala um bjórinn, þú veist. Já, ok. Bara svona eins og Já, bara að meina bara- sterku, þá eru örugglega vodki. Ég veit að Jagerinn er helviti Já, harleika. já, Ég myndi já, að með Good Light sem er bara búin að pakka öllu Já, hann er áfengi saman á Íslandi. langhæstur. Já, þú En- getur náttúrulega ekki hort á en- fótboltar eitthvað drukki bara vodka. En ég allan að Hvað þá tequila? ég man ekki hvernig ég fór síðast í eitthvað partí á sem var menn voru bara með vodka. Nú ertu bara með þetta er bara raukt eða champagne eða rosé og svo Nei, koktela. En koktelar, það er svona Já, koktelan líka. Já. En minna menn séu bara með gamla Smirnoff flöskuna. Stundum þegar ég er ellendist, þá er bara no shame in the game hjá mér. Ég fer bara í gamla góða skrúdræður. Já, ég líka. Og líka Það er- vodka Red Bull. Það er Ivorgard Munson. Hann er ekki hættur í vodka Red Bull. Nei. Skrúdræfur er eiginlega bara myndri ykkur. Það var það sem ég var Ég hef alltaf aldrei í gamla daga, skilið bara endalaust. okkur að það er eitthvað svona cheap en svo er voða flottu þú ferðir kampaðin í í appisinu sá og þá heitir það með Mosa og það er voða fancy. En er Það þarf maður ekki að vera vodki. Það er bara En er það nafnið. eitthvað fancy? Mosa, hljóma vel. Já, Það er ef samt þú bara, ert að það er bara ykkur morgumat á hótelum sko. Það er ekki allstar, ef þú ert á einhverju stað og pantaðir, herrðu, ég fæ kannski eina með Mosu, þá er allir við borðið, næs, ég fæ mér. Ef þú segir, herrðu, ég ætla að fá vodka í appisinu sá, þá er allir við, hvað ertu, 10 ára? Já, ég skil þig. Ef ég myndi einhvern veginn að opna svona fyrirtæki, ef ég myndi byrja að selja, ef ég myndi fara í eitthvað, þá myndi ég selja skrúi. Skrúi, Þá já. værum við bara félagarnir með skrúi. Við búum til helvítið góða blöndur. Það er bara, fólk veita að, Það voru góður á þjóðhátíð. Já, þannig að við Já, myndum bara vera að selja bara, hérna er skrúi. Þú Já. getur keypt tilbúin á skrúi bara, þarf ekki að blanda. Hei, þegar ég opna Mjög garfistæðin og getið kallað bara vodka í appisinu sá skrúi þar. Já, líka það næs var orðið fancy. Já, líka Og þú þurfi bara ekki að köttaði í Íslandi. Já, en Þín ég hugmynd? en ég myndi að fara bara núna í ríkið, kaupi bara eina skrúi og þá getur bara hellt úr henni, þarf ekki að Skrúi, kaupir þetta ekki blandað? Já, ég er að segja, þá væri það bara búið að blanda það búið að blanda. Þú veist, ég meina, þú Bara ert að- opnar og separ. Ég meina, allir Skrúi. þessi- En fólk vill þetta mjög stert líka og svona. Nei, ég meina, eins og allir þessi sítera sem er í boði, svo bagl og hérna Pornstar, maður. Já, Já, þetta já. er allt bara mjög svona vel hefnaði drikkir. Já, og vilt hafa hann bara í svona dós? Ég sko, það þess vegna en Skrúi, ef einhverju Skrúi. ölgerinn að hlusta það er þetta getur þetta næsta. við viljum kvarta af þessu ef einhverja Já, það er klart. Reynda fekk ég sendt geggjaðan daginn frá einu hlustanda að hverfistæðurinn hjá okkur í Fossvoginum væri alvöru staði fyrir því að vera með pop-up ristabröðstaðin ekkert um hann. Já, Tökum það einhvern sunnudaginn. minnstamáli heimi. Já, verður með Já, kannski bara nokkri dagar í mánuði sem þú mætir og ristar bröð. Kannski ekki nokkri dagar í mánuði þá er þetta orðið bara pop-up hlutastar en ég geti pop-up því að það bara allt í mæti ristabröð Já, já. og með engu fyrirvara, það er bara hendi story, herru, ég er að rista henni í dag. Við lofa fólki 108 að það mun gerast ekkert um hann. Pop-up ristabröðstaðin og stenda, kemur að inn. Herðu, næsta slúður af Jennifer Lawrence. Hún er búin að vera í viðtölum og ég er nú eiginlega bara ekki sammála mörgu sem hún er að segja Ég er fan á hana áður en hún segir þetta. Akkurat, ég hef alltaf verið það. Hún er að segja hérna í viðtali að hún skilur á okkur að fólk þóli sig ekki þegar hún skoðar gömul viðtöl við sig og okkur fólk hafa hægt að fíla hana. Fyrsta lagi, veit ég ekki neitt sem fílar hann ekki, þannig ég er ekkert að tengja við þetta og öll þessi viðtöl voru mjög stundum eiginlega alltaf bara Frábær. já, mér finnst það nú skemmtilega og full stundum í viðtölum og eitthvað sem er bara ekkert nema stemning sko. Geggjuleikona. Já, hún er 35 ára núna og var að tala um að hún notar Botox í hófi kýs að sleppa fyllefnum og er að fara undir nýfin að láta laga þessi brjóstin. Hún er að opna sig vel hérna í þessum viðtölum. Þessi fyllefni, það er það sem að, þú veist, liðið vera, þú breytst í kött og það er ekki, Það fyllefni. Já, Hvað er það? Hver er munurinn á Botox og fyllefni? Botox bara svæfir að það rennið, sko. Já. Svæfir það, fyrir að sofa. Þannig að En sko basically- fyllefni, þá er þetta hérna Bradley Cooper farið þessi fyllefni. Ég skil ekki alveg. Er enginn sem benti Bradley Cooper á höru gamli bara ætla að benda ráð út ykkur huggulegt til gæi í Hollywood sko. Þannig að vill ekki bara halda því konsepti núna í stæðan bara að fara þau eru eitthvað að henda mér ykkur fyllefni. Hann er að hitta Bellu Hadid sem að er sko tölvöst yngri en hann og veit bara stærsta mótil í heimi og hann er örugglega fundist hann eitthvað fyrst og gamall eða eitthvað, ég veit ekki. Hversu litlir eru menn ef það var ástæðan? Já. Það reynir einhvern veginn að
bara verður Já, Nei, en ég meina svo gerir bara fólk sem það vil gera Já, ég man nú, það nú ekkert mörg ár síðan ég satt með töluvert yngra liði með eitthvað Justin Timberlake hatt á í partíi og langelstur í stofunni, það var vel óþægilt tímabil. Hugsaðu að það var fáið fyllefni? Nei, öruglega að það var ennþá þá ég öruglega fara að hugsa það bara, herru, það er ekki láta að svæfa mér ennið og eitthvað. Við þurfum að fá aftur lítalækni og velta steinum með fyllefni og Já, fá aftur lítalækni í blöðkasti. Hannes er frábær. En ef þú svæfir á þér ennið, hvernig ætlar það að vera að hissa? Það er erfitt. Það er að velta á magninu. Ef þú setur bara eitthvað smá og þú getur alveg að hissa. Ef þú ert hissa, þá sé ég ekki að þú ert hissa. Nei. Ekki að það er alveg svæf. En þá bara passar að vera aldrei hissa. Þú þarf líka að halda áfram það er erfitt sem leikari. Það er bara ekki hissa. En þú ert að halda áfram að dæla og það er ekki nóg að fara bara einu sinni bótvax. Lifir þetta ekki einhvern x tíma? Þetta er samt alveg svona legit spurning af því að jú, fólk gerir bara sitt. Við erum bara fokkast. Vilt þú prófa það stendur og svo kemur og gefur skýrslu? Nei, ég var að spá Þú er líklegastur okkur trema ég ætla að fara í bótvax. En það sem auðvitað var að segja, leikarar sem þurfa að nota andliti svakalega mikið í alls konar bara viðbrögð og En allir leikarar eru Hollywood eru bótvax, sko. Hvernig virkar, ég skil ekki alveg. Þú getur alveg hreyft á andlitið þú taffar í þetta. Þú getur bara opnað svona munnin. Þú finnur einhverja aðra leið til að sína það og setja hissa. Ég ætla að enda hennar slúðubakka á Kim Kardashian sem að talandi að vera í podcastum og hún er búin að vera dugleg núna upp á síkastið og er í hellinga viðtölum og margt sem hefur komið upp. Hún fekk vist eitthvað svona hvað sá hún, svona túmur eiginlega bara þegar hún var að skilja við Kanye. Hver var það séru? Kim Kardashian og hefur verið að ræða skilnaðin mjög opinskátt núna í fyrsta sinn og hún sagði að eitt af því sem að fyllti mælin var bara að hún vissi aldrei hvað hann hafði hann og einn daginn kom hún heim þá var hann búin að gefa alla 5 Lamborghini hann þeirra. Já, en þurfa þau að vera að ræða skilnaðin svona mikið við okkur? Það er svona. Veistu hvað við? Kom hún heim og voru 5 Lambos og hún bara svona, hörðu, hvað eru þið Lambos? Það áttu 5 Lamborghini bílar. Ég gaf Sigga og Nonna og Svanna og þetta er bara eins og Rakel kemur heim og sagði bara hvað eru Lamborghini hennur okkar? Ég gaf bösturinn með einn og það bara gaf það alltaf. Það var ekki ír. Þannig að það var svona Svoruðu undir mig kannski fyrst. Skortur og stöðuleika, sagði Kim. Það var svolítið eiga líka nokkra Lambos. Já, hver þarf svona Lamborghini? Það er svona. Herru, þetta var slúðurpakki dagsins, var þetta ekki bara fínasti pakki? Jú, bara best í mjög langan tíma, myndi ég segja. Takk. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Þetta er alltaf FM 957 blöð hér á FM 957 og já, það er komin rándir gestur Já, það er ekki mikið dýrari. Nei, Egil hoppaðist fram á meðan bara. Ætlaði að gefa okkur 3 hérna pláss. Þetta er hún Bríett, verður velkomin. Hæ. Langt síðan kom. Já, ekki komið lengi. Alltaf langt síðan. Ég er búin að sakna ykkur. Já, sömuleiðis. Ég er að segja hvað að vera sætustendi. Já, þú ert að fíla hárið. Já. Síða hárið. Þetta er þína krullur. Já, ég bara Þú vissir þetta ekki. Ég set ekki eins og neitt í það sko. Það er ógeðslega að finna þegar rignir á þetta sko. Ég veit að ég er ekki í neittni aðstöðu hérna til þess að vera að gera grína eitthvað hári. En það er Það fer bara til rugg þá sko. Það var það er svo ég seti gaffalinn í innstungu. Ef það rignir að horfa mér, það er svo ég seti gaffal í innstungu. Þetta var þetta líka mín versta martröð þegar ég var ennþá með hár þegar að byrja að rigna því að það sá svo vel að fara að þinnast. Þannig að það var ekki gott sko. Það eru margir að núti sem kannast við það. Ég var bara að setja eitthvað krem í þetta og eitthvað. Krema þetta niður. Já, en það sem er eiginlega, þú veist, aðeins verra í þessu er að núna má ég ekki raka mér neitt af því að ég er að fara að safna, ég á að vera að safna börtum og yfirvaraskeggi. Let's fucking go. Já, þetta er rándir slúk maður. Ég veit það nú ekki. En gestur okkar sem við ætlum að ræða er Bríett. Alltaf með rándirslúk. Hvað er? Já, reynda, þú spáir mikið í lúkið, ekki? Jú, svona. Þú ferð ekki bara í eitthvað og lappar út eins og við strákarnir. Er það grínast eða? Ég hef aldrei séð labbandugstaðar og verið bara svona, já, herru, hún er bara reyna að fara í eitthvað. Þú situr hérna núna í eitthvað geggjari peysu og þú ert í feld, sko. Já, en það er bara, þú veist, það er gott verið út, sko. Það er stíl. Já, en ég veit ekki, ég hef alltaf, ég held að sé bara, ég vel kannski alltaf ykkur öðru í föt og út frá því, þú veist, samkvæmst að séu draslarlega þægilega eitthvað, þá lukkar eins og ég sé eitthvað svaka mikið að pæli, en
og næst að fara á svona nýtt, og ég ekki að segja fötið eins og ég kom að nýttjamarka, er að fara á svona 100%, já, algjörlega skam. Hvað heitir þetta, svona vintage og eitthvað? Steindi þetta alltaf farið það líka þegar hún erlendis, ég bara, þá finnur maður svona sitt pís, já, kannski, það ógeðslega gaman, sko, að finna eitthvað svona, það svo gaman að eiga eitthvað sem ekki allir eiga, sko. Já, bara heilandi líka að vera eitthvað að róta einhverju dóti og séðast. En það er mér, ég kom með treyju fyrir þig, þú átt svona treyju. Já, það er allt svona vintage treyjur, sko. Þannig að það er ekki góð lykt. Og ég er að safna treyjum. Ég er enda að dreyja líka blöð alltaf með minni treyjubúðir. Já. En hann er líka að safna treyjum, það er alltaf leið. Nei, ég er ekki að safna, mér er strax skemmtilega að kaupa mér einhverja treyju þar, heldur ég eitthvað illa lyktandi vesti eða eitthvað. Þá er ekki að segja allar vintage búðir illa lyktandi, en það er svona, ég held að þekki allir lyktinu. Það veit allir hvað lykt þetta er, sko, já. Mölflugulykt eitthvað. Já, ég var eins og við stattur í Barcelona fyrir nokkrum árum og ég þrætti borgina til að finna með lottóskó. Mér langaði svo í lottóskó og ég var alltaf mikill lottómaður. Og svo bara, þú veist, hvað er ég að gera? Ég get bara pantað þetta á netinu. Léttilega. En það er samt Lottó er ekkert fara á hausinn. Nei, ég veit en það er bara eitthvað við að finna það líka. Þetta er mín starri líka maður og eitthvað svona. Ég er með sko fullt af lottó treyjum, sko. Viltu þannig frekar, eða? Ég er algjör lottókall, sko. Ég er með svona umbrótreyju fyrir þig, sko. Já. Geðitt. Já, þetta er treyja sem ég eitthvað geggjum og svona Napoli, herðu, hvað varst að segja hérna, ég spurði þig hérna áður að fórum í loftið hvort þú er ekki sátt með banna að hlæja. Þú sagðir að þú er sátt með þáttinn en ekki þig. Mér finnst það mjög góð. Ég leit út bara eins og einhvern feimin úllingur, skilur. Fannst þig það? Já, að ég verð mjög feimin, sko, við fólk sem ég þekki ekki, skilur. Já, ég held að ég verið að para þetta með Jóni og Bjössa og eitthvað. Algjörlega, þú veist, ég þekki á alveg, skilur mig, en ég næ ekki að vera svona hnittinn, skilur mig, og svona, þú veist, komast að, skilur, og svo tala ég mjög lágt og fólk heyrir aldrei hvað ég er að segja. Það er ekki hjálpað í þessu þætti. Það hjálpað mér ekki, þegar ég er með 4 uppistandara við hliðina á mér, sko. Þannig að ég vil koma bara aftur í þáttinn og gera þetta betur, sko. Ég á hræðilega reynsla þessu þætti líka, sko. Hvað er að ykkur? Þið voru bæði mjög góð. Ég náttúrulega var minna á 15 þátt í kvöld. Já, þættirnir æðislir. En ég bara sé, sko, þegar ég fór þarna, þá var ég sérst í Tökum og draumhöllinni og það var svona lengsti dagurinn, fórum yfir 12 tímana, algjört vesen. Ég bara syngi blöð svona 10 sem daginn, bara þú er að fá hvern annan í þetta. Hann bara nei, þú kemur bara. Það var kansel og bara, þú veist, heilt krúa. Já, þú kemur bara, hans hætti bara að vera vinnuðinn, sko. Og ég mætti það og ég var svo búinn á því og ég var svo bara einhvern veginn, já líka smá fúll út í blöð, sko, að hafa neitt vill að koma, sko, að hann vissi hvað þetta var búið erfið dag, sko. En þetta, en séðan bara, er þetta eins og þetta en sem betur fer, þessi þáttu þannig að ef það eitthvað sem ekki í stuði, þá eru eitthvað annar í stuði. Þátturinn alltaf skemmtilegur. 100%, þetta er náttúrulega bara geðað konsept, skilur, og þú náttúrulega ætlar að fá mig í fyrra í þetta og ég komst ekki, ég var erlendis, þannig að ég vissi að ég væri að vera í næstu serju og ég var búin að hugsa svo mikið það að ég var eiginlega búin að eyðileggja þetta fyrir mig, sko. Já, og bara hvað ég að koma heimann og þú veist eitthvað. Þú reynda hvort með fallegan hluta heimann? Já, 2 fallega hluti. 2 fallega hluti? Hvað var það? Er hinn ennþá heima þegar? Komið gauð sem var að mála með tippinu, þú séð það? Nei, ég sá ekki þáttinn. Nei, takk fyrir það. Ég á eftir, ég er búin að sjá alla hinna, ég á bara einn eftir, sko. Ég séð, sko, hann er alltaf bókað, og oft bókaður í svona gæsanir og svona, ég sé bara. En sko, myndið var mögnuð hjá hann. Já, hún var geðveik. Það segir kannski svolítið um mig þegar ég er í aksjónur í ána, hann er betra að teikna með tippinu en ég með höndum. Sem er ótrúlegt. Það er eiginlega gali. En hvað er hann lengi að þessu? Hvað var hann? Hann var bara 30 seka að þessu eitthvað. Hann var mjög snöggur. Já, bara. Þetta var reyndar aðeins kleift. Hann hefur verið svona ekki mikið meira en svona 3-4 mínútur eða eitthvað. En hann var þá bara hann með ykkur 5 mínútur. Já, hann bara kom á feskur. Já. Þetta var ég er ánægð með hann að leggja í þetta. Það var bara sigur að mús. Er eitthvað núti sem getur teiknað með píkunni, veistu það? Já, hafði ekki farið í eitthvað svona bugs Nei, við erum ekkert eitthvað svona stöð. Jú, víst er það eitthvað svona stöð. Við reyndar höfum farið á því box. Já, þar er alveg verið að svona eitthvað skvett. Nei, nú var við tókum London. Þar er verið að skvetta einhverju út, sko. En hvernig gerir hann það? Er hann standandi, liggjandi? Bæði. Hann heldur alveg í tippi á sér eins og pensil. Já, ég skil, ok. Já, hann er ekkert með hann beinstífan og ég veit það. Þess vegna held ég kannski að væri sko eins og hann var að taka arbeigju og væri svona. Hann gerði það líka. Þú verður bara að kíkja þáttinn. En sko, það ekki það. Þú ert nú alltaf velkomin hingað, Bríett, en þú ert ekki út nýtt lag. Já. Kom út hvað á minnati? Pepsi. Og það er á ensku. Já. Hvað finnst þið um það? Ég fíla það. Gott. Já, á að reyna
sigra heiminn? Ég veit það ekki, ég er bara skipt tungumál sko. Það er náttúrulega bara búið að byggja Kannski aðstæðast að sigra heiminn en ætlar að reyna að fara að spila meira erlendis? En samt, þú veist, alltaf einhver spurði þessu akkur þetta gera einsku, ertu að fara að sigra heiminn? Mér slík alltaf að segja bara já, ég er að reyna það en ef það gengur ekki, þá bara er ég að gera falleg lög á ensku. Þetta er bara vera humble og vera, þú veist, líka með öryggi sko, en þú veist, auðvitað er það pælingin skilur við bara stækka þetta ríf en þú veist það er bara það er bara maður er einhvern veginn komin En ertu hætt þá á íslensku eða maður ætlar að gera með? Ég veit það ekki, ég er bara að gera bara gera bara eitthvað Bara eitt dagur í einu? Núna er ég bara að gera ensku og það er bara, þú veist Varstu komið með mörg lög á ensku? Já, ég er náttúrulega með heila plötur sko og ég skipta henni upp í svona 3 EP-plötur og það er minnst Íslendinga búin að skipta mér svo mikið upp í, þú veist, Bríett er svo mikið country, Bríett ger bara ballur Þú veist, ég hef þig segja, sko, þú ert eina ástæðan okkur ég er að gera eina plötuna Nei, skammastu Jú, hann er bara fallegt, þú segir alltaf að ég gerir svo róleg lög, þú gerir svo róleg og falleg lög og ég er svona, það var hrós? Já, alveg 100% en þess vegna er ég að gera eina plötu sem er bara róleg lög sem er bara ballöðu Bríett og svo pop Bríett sem er, þú veist, bara með Það var svona eins og með Birni, það var svona meira það var bara teknoplata sko. En lagið heitir Cowboy Killer Ég skil ekki minn eigin skrift Ég var mér búin að skrifa þetta niður En akkur ekki bara skrifa í tölvu Það er skilur það Nei, það er miklu skemmtilega blöð Cowboy Killer Hvað fettist er þetta á þér og með kúrika? Það er ekki rólegur kúriki og Cowboy Killer Er þetta eitthvað tenging? Já, þetta er tenging Ég fekk þessa spurningu svo mikið þegar ég með kúrikan sko, akkur ég var að gefa hann svona mikið pláss og setja hann svona hans stall og eitthvað svona, þá var ég eitthvað, þegar ég eftir að kynast henni sko, hún er The Cowboy Killer Þannig að þetta er allavega hennar svar sko. Hvernig er helgin? Hvað er framöndan? Ég ætla að fara í svett og fara eitthvað bara í sveitina og ég aftengja mig fyrir erfeifs Þú ert búin að vera svo mikið úti Já Varst að taka upp plötun úti? Já Ég var í Nashville og svo fór ég til LA Hún er ekkert unni neitt hér? Jú, með Pálma og Nei, ég er búin að vinna með Arnaringa og Magnús Jóhann og svona stórum hópi sko þetta er svona þetta er bara ný hlið Gekja og bara spennandi Ekki spurning Country Við ætlum að enda spjalli hér á Cowboy Killer Alltaf gaman að fá þig Bríett Gekja að fá þig og við kveitum fólk til að blasta Er þið ekki að fara að setja mig gegnum eitthvað svona hraðspurningar eða eitthvað? Nei, það er alltaf bara mörgum í fyrsta sinn Hvað gerir þið reyndar? Þú veist, ég veit að við erum alltaf að því að þú veist það er alltaf auglýsingar þurfa að koma og svona Mér langar svo að vita ég var ógeðslega til í ykkur að ferðasögu og bara höfum við tímablöð Hvað varst að gera úti? Sko, ég var bara að semja, þú veist, það er ekkert skemmt að segja, skilur, ég var bara Leiður bara eitthvað hús eða varstu bara hótelast út allt eða? Já, ég var hér, sko, vinum mínum manna í Nashville og var bara, læst inn einhverjum, ég fór eiginlega ekkert út, sko, ég var bara læst inn í einhverjum stúdíum, sko Já, þetta var bara þannig, bara vinnuferð Þetta var bara vinnuferð, sko, svo fór ég beint til Costa Rica og það var bara chill, sko, þar var ég bara einhverju viljum með frangvinn okkar sko. Ítla kósi sko, bara í sjónum og Hvað líf er þetta? Ég held að maður fá að leiða á því það hlýtur að vera sko, en þú veist, hann bara steyr hann eitthvað heima á sér Aldrei Hann er bara allan það er einnig rosalegt að vera með vinnu að ferðast allan heim og vera alltaf á 5-stjörnu hóteli Það er alveg ágætis vinna sko. Og líklega alltaf að hitta skemmtileg Þú veist, hann er ekki að leika sig að hitta leiðilegt fólk Hann er alltaf að, þú veist, hitta eitthvað skemmtilegt fólk út allt sko. Já, en þú þarf samt alltaf að vera hress og þú veist, vera skilur að halda upp í samræðum og það er auðvitað fucking treinandi það er alveg svona smá sölu Ég hef alveg verið í kringum þetta og maður verður alveg sjálfur bara eitthvað akkurat að vera eitthvað að setja einhverja stellingar og þú veist, vera eitthvað Getur maður ekki sagt bara, heyrðu gæs, ok, ég elski ykkur ég ætla í smá fílu þetta, bara í 10 mínútur svo kem ég tilbaka, feskur sko Ég hef aldrei þetta neitt sem tilkynni fíluna sem það er eitthvað smá fílu svo verði ég ógeðslega En þið þekkir svona tilfinningur þegar þið finnir þér svona að það er að slökna á okkur þið er ekki lengur í stuði, það var einhver sem sagði eitthvað sem að slá okkur út af læginu og þið finnir bara, oh my god, ég er að fara í fílu hvað á ég að gera? Ég ætla að fara í hana Ég er sko ógeðslega léleg að fara, þú veist, svitsa því upp sko Það er alltaf munurinn á þér og okkur að þú getur ekki byrjað að drekka hraðar eins og við Nei, akkurat, ég fer alveg í fílu sko Já, en ertu lengi? Því að ef
ég fyrir ykkur fílu, þá ég bara í fílu í bara mínútu, ég ekki eitthvað í 2 tíma fílu. Nei, ég get alveg farið í 2 tíma Tvekja vikna fílu þetta geggja sko. Já, það gaman aðeins maður. Svo líka eitt í þessu að geta ekki farið heima því að hann alltaf út allt, þú veist, að þú ert einhver staðar að bara þetta orðið fínt, ég ætla bara að henda mér heim, taka sófan, skilur sæng og horfa á eitthvað, hann ekkit, þú veist. Nei, hann bara þarf að hitta einhvern annan og spjalla við en við erum ekki hér til að ræða Frank heldur Bríeti og Kjabo og Kilur, ég ætla að setja lagið á Bríeti við Dirk, takk fyrir komuna. Takk samlega. FM 957 FM 957 hér á FM 957 við þökkum Bríeti kjallaði fyrir komuna, alltaf gamla á hann í heimsókn, bara geggjöð, nógum að vera hjá henni maður heldur svo með hún gætur að heimsfræk, pælti því. Já, hún hefur alla burði til þess. þá má hún ekki gleyma okkur lúðunum hérna, hún verður að bjóða okkur á tónleika Má ekki gleyma okkur félagunum. Nei, ég menna Kali og við erum ekki búin að gleyma okkur. Nei. Okkar menn, en já, Egill, þú ert komin aftur í þitt sæti, búin að fara á klósettið. Takk. Aldrei verið ferskari. Nei, eins og nýr. En ég talað klósettið og að fara í spurningkeppni Gilsarans. Já. Ekki svona. Fyrst það tengt. Já, ég veit ekki. Ekki svona. Þetta var sem ljótt. Nei, þetta er virtulið. Þú veist, Særandi. Nei, ég tek þetta tilbaka. Ég ætla bara að segja því miður þá þetta virtuliður. Hann búin að vera í 10 ár. Hann búin að vera mjög lengi. Það bara. Og þetta er aldrei bráður. Ég hef aldrei með King of Canary. Nei. Já, Út að ég er svo forvindin að vita núna áður ef við, nú alltaf erum við lendir í The Sunshine en við erum að taka á 50 degi, þannig að ég er forvindin hvor ykkar kóngurinn á Canary. Kemur ljósuð þetta sem við ræðum þetta eftir Canary. En þetta samt ekki keppni sem það þurft að vera næsta föstudag þegar við erum búin að vera á Canary? Jú, kannski verið bara með hann aftur. Volume 2. Já, Getur ekki verið með tvisvar í röð? geta víst. Hann getur verið með King of Wedding. Hver átti eiguna King of Wedding, það hefur verið stert núna. Ég vona að komi svona einhver fullur frændi sem rýfur mækina viltjórnum og þessi Það hljóð í mæknum. Það alltaf veisla. Já, ég Ég elska. vona ef það sagt þetta. Nei, það bara í bandarískum brúðkaupum sem það sagt svona ef það einhver ekki sammála speak now or forever hold your peace. Það ekkert á Íslandi. Nei, Við gæti bara verið á Spáni. byggjum eitt en að keira það í gegn. Það aldrei sagt á Íslandi ef það einhver sem að mótmæli þessu brúðkaupi talið nú eða það bara í Ég bandaríkjum. vil ræða Já. Kolbarinn Ég var til í eitt sem hann segja bara ég mótmæli kannski einhver fyrrverandi þannig. Bara mér finnst þetta grilla maður. Hvað þau tvö? Hvað vitlis En það þurfu því ekki að segja nokkur orð félagarnir. Þeir eru professionals í að fara upp og segja eitthvað í brúðkaup. Svo Það er sko Kolbarinn góð ræðum á líka. 80% gestunum samt hérna frá Canary. Og það Steindi kann ekki ensku. Það er stemning að tala. Hvað á spænsku? Henni verður að bjarga í spænsku. Það verður gaman. Við gerum eitthvað. Það er okkur ljóst. Ég hljóttum að geta hendi allavega að laga eða eitthvað. Ég ætla að Já, sitja búið og til sötra á partíu. gaman. Já, Hvernig þetta þú King myndi of tala Canary. einhvern manni líka? Ég ætla bara, þú veist, þeir eru geggjaðir í þessu. Og Kolbarinn, þannig ég sé fram á allan að 3 skemmtilega ræður. Já, eini gallin Þú hefur sagt svo margar sögur á hann. Þannig var þetta skammar hann í Berlín. Mást ekki eitt Það en að vildi fara ég- ráðast á Já, þig. hann- Það er alltaf ekki beita ráðast á þig. Hann var Og- að býða eftir að þú myndir ráðast á sig. Hann var að poti alveg endan. Og þegar vel hann flottur þar. ætlaði að redda okkur inn á hann að kitkasta þarna, ætlaði að fara að tala með þér og það. Það var alveg sko low point í hans lífi. I will kill you. Já, þú sagði bara ef þú ferð ekki núna þá drepi Go ég. away or I will kill you. Hann sagði það bara auðan. Og búið að sko hafna sölublöð sem var meira svo komin í rétta skó og allt og hann ætlaði bara að fara að redda Já, okkur. ég redda Komum þessu með alla bara. penings fyrir mestrákar. Ég held þessi með þetta. Við letum allir hvað það að gera. Hann fóð með eitthvað 70-80 skall sko. Hann fekk bara allir sælarnir bara sem allir voru með þarna. Lappaði dyra honum, rétt honum þetta og sagði we are five guys, can we go in? Go away or I will kill you. Það var það sem Hann við er ekki peningsákur. Það redda okkur ekki inn. Nei. En King of Canary, sjá svona hver eitthvað mun höndla þetta betur. Og fyrsta, myndur þú segja að þú höndlir hita mjög vel? Já. Mér líður best í hitta. Glöðliður best hita. Hvað ertu að tala um vel? Sko ég til dæmis ég elska þetta er gufu aumingi. En þú veit, ég elska, ég þegar ég vilt í skugga, Já, mjög fljótt. ég er sko- Kolbarinn er aumingi líka í Ég er sól. mitt á milli ykkar. Þú veist, ég Já. þarf ekki endilega að vera í skugganum. Þú ert alltaf í sólinu með mér. Já, en þegar þú ert komin í 30 pluss og maður fer á ferðina og svona, þá er ég alveg bara, damn, ég væri til í 23 áriðna, sko. Já. Ég bölva 30. Ég ætla að taka upp hanskan fyrir þér, Steindi, því að ég hef verið með ykkur báðum hérna, þér og Agli Erlendis. Þú ert miklu meiri sólakall en nokkuð með Egill. Já, ég fæst ég að það. Ég elska að vera í sól en sko það er bara að hvíla má sólun sko. Ég er ekki bara- Þú er líka briss og ég maður við vorum talandi um Shagaloo þar sem fóröldarna Steinda kiktu daginn. Þar varst þú bara alltaf í sólbaði. Já sko ég elska að Og þú varst alltaf í ljósu. með gulrótar olíu á mér og Já. bara,
extremely tan. Svo bara fórst að lesa hvað þetta var óholt og eitthvað. Nú situr þú bara í skugga með tölvun að senda tölvupósta. Hvað var það sérga lúfstæmi? Nú fer ég Við vorum að tala með Nú fer ég í tanklefan. Hver er munurinn á því? Af því að þú ert úti og ferð núna vaknar, ferðið bjór, ferðið tölvuna. Þú veist, af því að þú vinnur úti, sko. Alltaf á mótana. Æ, teka sér klukkara. Já, en hver er munurinn að gera þetta? Eða fara bara í skálan heima, opnið bjór og ferðið tölvuna? Já, við Það er heitt og næs, bjór, Þetta er góður bútur. Þannig er ég sunshine. Já, nei, þú ert ekki í sunshine. Þú ert í skugga. Svo skila ég tölvunu og labba 2 skref og ég komin í sunshine. Og ég sé sunshine. Ég sé sólina og sundlaugina og fólk að busla og... Já, sér byrtu líka. Þetta er bara, já. En er ekki 22, er ekki sammála um að það sé fullkomið hittastig svona... Ég höndla alveg upp á 3, sko, 22, þú veist. Þetta var hann að kríthitin sem fórum í félagarnir 38 plus. Við fórum í 42 Ég reið ekki við það. Það var viðbjörn. Munið þið vorum á staðnum hann við sjóin, hugsa, hörðu, förum hann að strandast það blés þar, það blés ekki. Nei. Og það var ekki gleyma því líka, ég var með tvíburakerru og báða strákan, ég veist alltaf lappað upp brekkuna minni til að komast upp á hótel. Ég dónast í þar. Og þú veist, þú líka á svo heitt að maður pínlítið grisling, en alltaf 1-1. Heldur þú skellir þér í kasínó á Kanari? Sko, Hreinskilið svar ef það er heldur það. Já, ef það er casino up and running þá ætla hreinskilið svar að verður já. Við ljúum ekki að hlustundum, þú ert búin að googla hvort það sé kasino og annars steindu, það er. Ég sko málar, ég fæ ekki staðfesta fréttir hvort það sé up and running. Sko Kolbar vildi meina að var í kasino á hótel. Er hann að tala með raskat það? Það er ekki til í að vera hreinskilið. Ég var alveg til að vera laus við það. Já, það er ekki smá. Hann sagði að vera kasino á þessu hóteli. Ef það er kasino með blackjack og rúlletuborðið þá finnst mér alveg líklegt við steindi konu og ballausir að við svona heilsum þessu bóliði. Já. Segjum hæ. Kynast fólkinu bara og segja hæ. Við erum Kanari, skilur. Þú erum ekkert að spila. Þið farið ekkert eðlilega vel að staða. Báðir í King og Kanari, þetta grínast þið. Þrátt verið mikið af eldri borgurum á Kanari, heldur að þið séu 1-2 með physical veski? Það veit ég ekki. Ég er náttúrulega ekki með physical veski, ég er bara með kortaveski. Sem er veski. Við erum allir hættir með það líka. Ég get lofa að svo sem vinnum við það að selja veski í dag. Já, kortaveski. Sko veski er eitthvað sem þú opnar maður með seðlan og allt. Ég er ekki að tala um Kiro luxusveski og 1,2 M sko. Ég er að tala ég myndi ekki láta sjá mig með það. Þá frekar þeirri með kortaveski. Mér finnst þetta sorglega. Sko, neða, strákar. Sko, málið er það að við náttúrulega erum alltaf sunnudegi líka. Þú veist, úti. Og þar er alltaf markaðir. Ef ég er að lesa leikir. Ég er ekki að fara með þau á markaðir. Það þarf að kaupa þér annað veski þar. Nei, ég fer alla markaði ef ég kemst að markaði. Þið er ekki með veskileikur. Fyrsta sem ég gerir núna eftir svo tökur þá mun ég googla Canary Islands Flea Market og allir það sé nálægt okkur á sundaginn og þið veitir hvað ég ger á mörkuðum. Ég kaupi veski. Það er það sem ég ger alltaf. En þú veist, það er ekki lengur veski hérna. Þau selja ekki vörur sem enginn kaupir. Af hverju fólk kaupa veski? Leðurtöskur og svona. Svona flóamarkaður, þau eru alltaf með það. En ég er ekkert að fara að kaupa nýtt veski. Kortið núna er inn í símanum. Plakka til þú rútín í símanuðin ekkert. Kemst ekki í bílinn, kemst ekki í hraðbanka og kemst ekki neitt. Svo háður þessu símanuðin fyrir utan hvað þú ert ógæðuslega háður honum. Ég er svolítið háður honum. Þá er þetta bara að vera með veski. Ef ég myndi tína símanum, ég myndi tína lyklunum af bílunum, veskinu, lífinu. Ég myndi eða bara, þetta væri búið. Við ekki við. En þá verður þú og Kanari bara blöð, getur þú lánað mér. Þá fer ég í veskinu, tek upp kortið og segi, já, hvað þarf þetta mikið? Þá reynda muni taka allt tilbaka sem ég segi. Og hann segir, herru, getur þú skuttlað mér eitthvað? Myndi ég rétta í bílleikil og segja, taktu bara bílleikil. En þegar þeir taki fram kortið. Getur ekki tekið bílinn, hann er fastur fyrir utan Sprengisand í skabli. En þegar þeir takið upp kortið, er alltaf fólk bara Nei, það er hýðið eldri bara svona. Hann er með bara með vesk. Herðu, næsta spurning. Ætli ekki með mér á flóamarkaði. Ég segist að við ætli ekki að eiga það á CV-inu. Nei, fyrir í gólfið eða mínigólfið. Það er rosalegt. Sko, fenguð þið punktan? Ég veit ekki, við veitum ekkert hvort fólk sem er veskið að það ekki. Það er allir með veski. Það er allir 80 ára, það er allir með veski. Ok, sko, við erum ungir. Heldur þú slefir í flugvélinni? Nei, mest ólíklegt. Sko, hvaða flugvél? Það eru 2 flugvélar. Þú slefur á leiðinni heim. Já, það er líklega. Ok, ég basically að tala báðavél. Önnukóvélinn, þá slefur leiðinni heim. Þá finnst mér að, ef ég var alveg heiðalögur í stuði og svona, þá finnst mér að líklegt í slefi smáleiðinni heim. Ok, en ekki leiðinni, þú leggir ekkert leiðinni út? Nei, ekki verið maður. Ok, ég held það. Og geðið punktsatt.
Þú veist, Keisla, ég held að við fáum okkur bara 2-3 bjóra og King spilum of Canary Heldur þú Það var ekki 2-3 bjóra, þetta verður svona easy flug sko. Ég er allavega King of Canary núna, hérna er ekki búinn. En á Canary, heldur þú leiðir þér rauðan Hyundai Coupe til að reyna að fá gellur þar? Nei, það finnst mér mjög ólíklegt. Ég held ég verði ekki ökuhæfur frá því ég lendi hann og þar til ég fer og í öðru lagi er ég með bara fallega konu heima. Hyundai Coupe. Það væri rosalega svo að bluða rúnt Canary á rauðum Hyundai Coupe sko. Ég skal alveg rúnt á rauðum Hyundai Coupe ef við sjáum hann eitthvað hægt að leigja en það verður ekki til að reyna að pikka upp gellur. Þú ert líklegri að taka svona hjólabát. Þetta jetski. Hjólabát? Ég bara ef ég sé jetski þannig fer ég á það. Takk. Það er út allt annað. Það er enginn að leigja hjólabát. Nei, það er skrítið. Henda Canary betur en Ísland því að það er meira blöðurum á Canary. Nei, mér finnst það ekki. Sko, það er ekkert meira, er það ekki bara því að ég er að tala bara því að fólk er léttklæddara. Já, það veist, það er ekki mikið að gerst í nöldlöfsvíkinu núna, sko. Hún tóm. Þetta er skrítið spurning. Já, ég bara sagði nei. Það er út yfirstendi. Ég bara, nei. Það er bara, henda mér ekkert betur. Ok. Skrítið mann. Þetta er mjög sérstætt. Fólk er vist mjög grætt á Canary. Erst þú græður? Hvað er fólk grætt á Canary? Hvað færðu þessar Ég er að kynna mér The Island. Þetta byrjaði ágætlega hjá þér. Já, en ég er búin að kynna mér þess. Hvar kynntur þér þetta? Sko, þetta lið sem er að fara hana er flest allir retired. Og svo mætaðu bara út í gýr. Fari í gól. Það er spóli yfir sig. Já, það er bara allir. Þannig að þetta er, þú veist, miklu meir í gangi þarna einhvern veginn en á tenni. Og hvað ertu að spyrja mig hvað sé græði núna? Nei, ekkert akkurat bara svona heilt yfir þess dagana, bara svona eins og ekki sé sér viku eða ég held sem bara meðal maður. 10 daga. Já, bara svona meðal. Punktur og blöð. Veitu, hvað var spurningin? Ertu græður? Bara það? Í rauninni, já. Sér það skrítið maður. Já, en ég er ekkert eitthvað græðar en annar. Ok, Steindi, svar. Meðal. Ok, 4-3 fyrir Steindi. Heldur þú minni falla vel inn í Kráttu og Canary það sem út nauða leikur 67 ára gammalli konu? Já, ég sko Ég er náttúrulega líka, ég er sköllóttur. Er ekki allir gamli kalla sköllóttir? Við verðum eins og hjón. Fólk áttur að halda bara við séum ykkur 60 hjón. Fólk heldur að leita sér í Svo er báð með veski. Þetta er ég gaman að þessu. Herðu, málið það, við verðum eins og eldri hjóna sem er komið til að svona aðeins að hrista upp í þessu. Ég þarf að pappa rætt ykkur, þeir lappið saman. Það eru bara svona atrið og nágrunum. Það síðasta og Steindi, þú getur ekki tapað. Nei, menn blöggið þér hana. Eru meiri líkur en minni bara þú sé aðeins meiri en minni að þú verðir pekkaður á Canary? Það eru engar. Það eru engar líkur ekki gerst. Það er bara nei. Það eru meiri líkur og ég fái loftstinn á mig heldur en ég verði pekkaður. Það virkaði á Canary. Þá er líka á þeir. Ég tek bara undir. Það er meiri líkur ég fljúi bara sjálfur eigin bara að fáið vangi heldur ég verði pekkaður á Canary einn í brúðkast. En ef Kolbari var í gýr og hann er með græjuna bara aldrei í lífum. Ef Kolbani var í gýr og hann var með græjuna með peggræjuna. Ef hann væri með peggræju í gýr ætti þá auðviti bara henda sér á fjóra. Hvað er það? Eins og það sé það sem er að stoppa þetta að ég veit ekki hvort að Kolbani sé gýr eða ekki. Spurning gæti gilsar hans og þökkum fyrir hana. FM 957 Hér á FM 957 á FM 957 31. október Halloween 3 í gýr eða reyndar erum við 4 í gýr. Ég ætla að vona við sem 4 í gýr. Ertu ekki í gýr, Joey? Ég er gýraði sko. Bara eins og gýrkassi sko. Það er þetta geggjaður að kalla það gýrkassin. Þið með þetta. Takk ég það. Maður give to you. Þetta er FM 957 hættiregnum. Þá er þetta bara gýrkassin og svo blöðkasti. Gýrkassin hér á FM. Það er geðveikt sko. Þetta er rosalegt maður. Það er geðveikt maður. Gýrkassin. Ég er bara ekki að fara þetta hendi. Það er líka að geta byrjað svona í fyrsta og endar þáttinn í 5. Þú veist, þú vinnuðu. Já, endi bakkir maður. Já, þetta er bakkir. Það bara er of mikil gýrun. Bara dökkum aðeins. En sko, náttúrulega Jóhann Kristófer, ertu kallaði stundu bara Joey? Já, ég kallaði Joey, ég kallaði Jói, ég kallaði Jóhann Kristófer. Já. Joey Christ, það er svona listamanna nafnið samt eða ekki? Jú, það er tónlistar, þú veist, það er músikantinn sko. Gætir verið kallaði gýrkassin núna sko. Það er alveg stemmingsnafn sko. Það er bara kassin. Já, kassin. Þú tekur það á kassan. En sko, það er ef við byrjum bara á málið málana. Það er að koma út plata. Já. Og þetta er búið að vera lengi í bígerð, ekki? Jú, þetta er fyrsta svona prototype við gefið út
í 5 ár Já, síðan 2020 Ok, og okkur er svona langt á milli? Ég ætla maður að fóra út í fyrirtækjarekstur mildinni, stofna útvarstöð, framleiðslu fyrirtæki gerði nokkrar sjónvarserjur eignaðist 2 börn COVID Það er ekkert að gera Ekkert að gera sko Og þælast En ég, og síðan er alveg búin að brasa í músík síðan en ég er búin að vera að vinna að þessu svona státtastöðu svona síðastlegin tæp 3 ár Ok Og hvernig er svona loka hnykkurinn? Tókstu það bara svona, ok, nú ætla ég bara að taka alveg bara fókus á þetta og klára Já, ég er búin að vera svona, það fóra alveg allt síðast 1,5 ár í þetta Já og er að vinna þetta mjög mikið, er alla plötur með Matta sem manna pródúser sem er ótrúlega fær og þetta er löng plata, hún er 17 lög Ok, wow og það er alveg bara svona, þú veist, allir skalinn af lögum Já. Við höfum rætt þetta fullt af tónlistafólki sem er komið Er ekki betra í dag að bara þá Nei, kannski að þú býður lengi með lögin og það veist ekki hvort það sé en þá Jú, og það sem gerist oft allan eins og því ég var að gera síðasta teip sem var, þú veist, 7 lög og þá gerir ég það og síðan held ég áfram að vinna í kjölfarið og þá verður oftast, þú veist, oftast þegar maður heldur að maður sé búið með eitthvað þá kemur Massachusetts þá þannig að ég vildi freka bara vann í þessu bara lengi og þú veist var ekkert að setja mér inn að skorður að það er líka bara smá bara með hvernig fólk neytir tónlistir í dag þú veist, það er lög að verða vinsæl bara núna sem kom út fyrir 12 árum eða þú veist, það veit enginn hvernig leikurinn er í dag Þetta er smá bara eins og sjónvarpi líka vera þú veist, það er bara fólk tekur þetta á einhverjum tímum og allt í þessi séri bara vinsæl og þetta er mjög random Þetta er svona með að rauka Dæmsi Gauta hún finnst hann betri heldur Nice Guys Tvílar að segna í því Bro missed everything Þetta er skellur fyrir Ice Guys Nei, hann dýrkað þá líka Þetta maður, það er alveg skellur sko Það voru nokkur views það, er ekki lofaði því Já, ég segi það sko en hvernig rötuðu voru þá einhver lög sem fóru bara á hvað, ekki klippigólu en einhvers konar gólf Jú, alveg fullt sko, fullt og dótið bæði eitthvað svona demo sem, þú veist, maður tekur 1 raunna og síðan eitthvað fleiri sem maður tekur fleiri raunna og síðan þú veist, hjælt að ég verið komið með hana tók eitthvað nokkur út, það kom eitthvað nokkur ný inn í staðinn og þetta er heilar hennar ferlið sko, þetta er líka svona, þú veist ég er að vinna þetta með Matta en síðan er maður aldrei svona einn í þessu sko þetta er aldrei En ertu það bara með stúdíu heima þér eða? Nei, ég tók þetta allt upp í Tónhill Já, ok Það sem Matti með aðstöðu Já Það er stemning þar, það er líka alltaf ykkur Það er gýrinn þar sko Algjör, það er gýrkassa Já, það er bara kassa headquarters Kassagerðin maður Hvernig myndir þú flokka þig? Ertu rappari? Hvað svona Ég myndi segja að vera rappari, já. Það er, við höfum rætt af nokkar rappara sem hafa komið að það er aftur, flestir rapparinn voru byrjar að syngja bara Já, ég fór aldrei þangað sko. Nei, nennið því ekki sko. Nei, nennið því ekki, þú veist, ég elska rapp og þú veist, ég er alveg að syngja á þessari plötu en það er svona einhvern veginn þráðurinn í þessu samt rapp og þú veist, það er einhvern veginn svona attitude í því sem ég er alltaf hvíla best í sko svona smá stælar Var einhverjir útgáðu tónleikar? Já, ég ætti að tilkynna það samt Ok Er það hér eða? Er það hér eða? Það er ekki hér Það verða, en þú ætlar að vera með bara risa Ég ætla að vera tónleika, ég hef aldrei haldið tónleika öður sko Ok Þannig að þetta verður my first concert Varstu með einhver hot celebrities með þér og plötunni eða hvernig? Já, ég er með fullt að góða gestum Ég er með Birni, ég er með Daniel, ég er með Alösku, ég er með Alvju Flóna Sjúk náttúrulega, rosalegt lag Já, maður Daniel Krabbamein Ég held að ég sé að búin að segja að flesta Alvöru listi A whole bunch of celebrities Þetta er alvöru listi Fíla, en hvernig ætlar eitthvað beri í sjómannsgerð? Já, ég þarf að gera það sko Ég er alveg með fullt af pælingum sko Það er bara spurning að koma því, þú veist, það er fínt að klára þetta núna maður er búin að vinna í þessu lengi og þá opnast dagskráin fyrir ykkur nýja spennandi verkefni sko Já, geggjað, við höldum með þið maður og við ætlum að spila lag hérna eftir en platan kom út á miðnætti 31. október þannig að þetta er allt komið á Spotify Já, fólk getur bara farið núna Hvað heitir platan? Joey 3 Já, maður Þetta er svona Adele Já, maður Hún var alltaf með aldurinn Hún var aldurinn, hún var ekki 30 ára Það er betra að syngja 30 ára heldur en við allir til saman Herðu, drengir, ég er spáðið að hendi ykkur vist að Joey er komin í það Ég er spáðið að hendi ykkur í hvort myndur Cash Jóla Edition Já, því að þetta átt að vera í jóladagatalinu Sko, Þetta vissum að þetta hafi ekki verið það gæti alveg verið að þetta hafi verið áður en þú veist, þá náttúrulega hefur þetta ekki verið áður þá verður þetta í desember en málið er að við vorum að gera jóladagatal
og við ætlum að testa sem sagt, þetta var allt tekið upp, þetta kemur bara þáttu fyrsta, annað, þriðja bara dagatal. Já, jóldagatal. En við ætlum að, bara jól, svo bakar í Bethlehem, bara aðeins verið sig, og við ákvaðum að drekka 1 bjór í hverjum þetta og fá bara góða gesti og það bara fullt af stemningu og svona, og þannig að þetta voru 24 bjórar, þetta er allt tekið upp á einum, bara sömu 6 tímunum, skilur. Já, shit. Þetta bara tekið upp bara. Við lögum ekki hvort við séum búin að fara í þetta ekki. Og það var bara, kom upp ástand, sko. Já, það hljómarlega svo. Já, þetta var mjög athyglisverð tilraun sem ég ætla aldrei að gera aftur. Nei. Sko, ég skráði myndur fyrir cast indi í þætti 19, en ég er svona hef ekki hugmynd. Það er bara, það er bara ekki sens að það hefur komist í þá líka fáum við bara fersk svo Joey svara bara. Ok, já, ekki bara byrja þetta. Ára, fyrsta spurning, þetta er ekki hvort myndur þú frekar, þetta er ekki heldur myndur fyrir cash, þetta er blanda. Þetta er hvort myndur þú cash. Já, svo í þessum. Ég þarf aðeins að, ég haldi ég fatt það. Og ef það er, sko, ef fólk missir af þessu hérna, þá getur að sé þetta 19. des, sem er gaman. Býtu Egil, kom gestur þá? Hver að með að taka þátt í þessu? Sko, nei, það var ekki gestur. Töframaðurinn kom í 18. Magician. Þú mannst eftir töframannum? Mannst eftir töframannum? Man eftir hann kom fyrst, hann kom tvisvar. Ég man ekki alveg eftir seinni. Ég var í tómur ruglandi, ég var líka veikur. Sko, veikur. Já, hann dáliti mig hérna, hann kom tvisvar. En ég var ekki, veist hann náði ekki að dálaða mig. Það er ekki verið að gefa það allt eftir að koma. Hann náði því. Sko, hann sagði, nei, ég heyrði í honum daginn eftir. Hann sagðist það að náða, þú mundir ekki alveg hvað við hitum held ég í smá stund. Það var út að dreikju, sko. Það geti verið 24 bjóra. Kannski var það hann, þú veist, að dálisna var að þú veist, helst að það hefði ekki gerst. Kannski dálitin okkur alla því við munum ekki eftir þessu. Já, byrlaðan Það er gaman þessu. Eða fyrsta. Við förum bara í það. Aldrei aftur upplifa jólin fyrir 100 milljónir. Það er alveg peningur, aldrei aftur upplifa jólin. Nú veit ég ekki alveg hvort að Joey sé mikið jólabad. Eða þurfa að sofa með buttplug þrisvar í viku fyrir 50.000. Ég held ég hafa sametur líka þarna 19. Þetta er alveg Ég fór ekki yfir þetta fyrir þetta núna. Ok, aldrei upplifa jólin. Ég er að meðtækja þetta sjálfur. 100 milljónir megi aldrei vera bara á jólunum heima með fjölskyldum. Hvar er ég? Það er inn í herbyggi bara eða megi ekki vera í stemningunni, megi ekki vera frammi í pökkum. Ég er núna að sofa með buttplug buttplug 3 í viku fyrir 50 skall. Fyrir 50 skall á viku. Það verður að vera upp hægnablaða 50 skall á viku. Nei, rauninni bara Hvað, mánuði, ári? Ég bara segi, sko, í rauninni Hvað, 50 skall bara one time? One time 50. Það hittir náttúrulega, þú veist, pælingin við þetta var að það er svo vont að missa jólunum. Þetta er samt ríkalegt, sko, sofa Hvernig að sofa með þetta koncept, veistu það? Það slaknar á öllu líkamannum og eitthvað og þú vilt ekkert vera með Ég held að þetta geti actually bara verið smá cozy að sofa með. Þetta geti kannski verið bara next big thing, sko. Kannski bara svo verið með hana fyrir munninu með eitthvað. Þetta er líka að segja sér sjálft að þetta verður þægilega með hverju skiptinu. Nú er ekki að tala á reynslu, en ég myndi svona giska á það að þú ert búin að gera þetta helviti lengi og þá finnum við alltaf fyrir þessu. Já, en erum við þá að tala um bara að keira í það? Þú ætlar að kippa okkur jólunum þar sem maður hendur hambúrgarhrygnum inn í opn og svona með Wellington-steikina tekur eitt red, þú ert að taka góðan dag á, þú fyrir mökki 11.00 á slæginu. Ekki mökk, en gæsti þið komast nema. Er það að tala um, þú veist, bara aðfokadagar eða alveg bara aðfokadagar, jóladagar, annir jólum? Já, ég hugsa þetta sé eiginlega aðfokadagar? Já, þetta er bara aðfokadagar. Já, ekki taka öll jólin á. Nei, svo getur þú farið á við. Já, þá er ég ætla að sleppa aðfokadagi. Fyrir 100M? Já. Ég held ég myndi leysa þetta með að vera bara stöðar erlendis, hvað þannig? En samt, þú veist, þá þarf maður að koma heima að þetta. Það er einn á jólum. Jói, hvað þú að leysa þetta? Það er ekki, það er ekki líka bara að sleppa fyrir krakkana, hvað er pappi? Já, það er eini viðbjörn. Hann tók hana, he took the money. Nei, hann bara sleppti sko að vera með buttplug eftir að ræðans. Það var ekki út af peningnum. Ég fyrst ekki eins og peningin, bara sleppa við hitt. Já, peningun aukaðir í buttplugin. Það er bara one time 50 skall, það er ekki 50 skall að viku. Við getum haft hann á viku sko. Já, þið myndi gera það. Það er strax skárra. Það er náttúrulega skárra. Já, ok, já, er ekki bara allir velja það?
Nei, ég ætla Með samt að 200 á standa. mánuði allan með Já maður, það er bara Buttplugin, þægilegt bara svona passive income Kannski fílar þetta. Making money while you sleep Já maður, literally En máttu velja rassaplöggið, þú veist, út af því að, þú veist, þessu gerður blöð sem er alveg 40 mismunandi Þetta er bara lítið skott maður, þetta er ekki nefi Þetta er bara lítið, þetta er eins og í Jordan, þetta er bara lítið með svona róu. Bara eins og bara eins og rassa, ok, ég tek buttplugið Róandi hér Ég veit, ég maður að velja konseptið þar Ok, þá ætla ég að taka líka. Allir það? Ég held ekki að þetta er skemmtilegt Ok, það er þetta rosalegt. Númer 2, mega aldrei fara á klósetti í friði aftur fyrir 400 milljónir. Þú hefur verið fullur og sambreytur. Þessi er góð Mál er ég Þú getur, þú elskar að kúka í friði Örskísla fyrir Joey, ég bara skust þetta á klósettu daginn og blöð kemur inn á 6 básardinni, kemur inn og er eitthvað Stundi, ertu ekki að koma núna? Það er, við erum að fara að tala við mig á meðan. Nei, þetta er lígi, ég sagði langt í þig. Ég fekk ekki verið friði. Ég sagði langt í þig. Þannig að ég ætla að segja það að mig aldrei fara á klósettu aftur í friði. Þannig að það er alltaf einhver opin hurð, einhver inni hjá þér, einhver að tala við og aldrei í friði. Nei, bara einhver Já, bara aldrei eftir í somebody Þess vegna Já, eiginlega einhver vinnur Einhver að tala við Já, einhver að spjalla þig Eða í hvert skipti sem þú blótar að borga 50.000 Ég tek það. að það er drullu erfitt Nei, þú ert allt í hennu farin bara inn í bara 300 dag Nei, þú venum við að því. maður þarf að venja sig, ég blóta heldur mikið sko. Það var bara blóta það er helviti mikið það fyrir ekki í rappara vel að mig ekki blóta smá En að segja helviti, er það blót? það er blót. Já, þá get ég þetta tek hérna 400M og spjalla sér bara við ykkur í róleitum með þér að hægja mig Er það? Reyndar er það ágætt svo. 400? Það er ágættur Já, Það má alveg fylgjast með mér á klostinu fyrir 400M. Já, Ég hef bara fattað það núna. 400 miljónir. Já. basically þú veist eins og þú fer á klosti heima þegar þá er Rakel inni og er eitthvað var þetta morgundaginn Það gerist oft. Já ég veit það en alltaf Er hún inni? og strákarnir og En maður er bara einn heima Já. og allar á dolluna Já. kemur það bara Já, í þessum heimi held ég að sé bara, þú veist, þú ert bara klóst Það poppar ykkur upp. Það bara poppar ykkur bara settir upp Herri, ég er að spá Bara í gluggan Hefur þið séð þessar nýju serið þannig Já, þetta er hrikalegt en Ég tek það. Þú ert að borga vel Það er svona Já, ég er til 400M Ég held að svo maður bara vanið. Já Svo held ég að maður er líka bara fljótari Svo ég er að klára hérna bara Góður punktur. Já Það verður bara Þetta var eiginlega fínt að Steindi myndi lendi í þessu. Já, maður það það væri er að bara snegla blessum klostinu. fyrir þjóðina kannski bara. Steindi er 12-15 mínútur að þá er sest á dótana og þú stendur aftur upp 12-15 mínútur Ég er í samanpaka Já, ég bara Þetta er heldur genatengt sko Það Öll föðufjölsýttir mín er svona Já, bara lengi Já Og svonum minn líka Þetta er eitthvað dæmi sko Þetta Svo er margir sem eru sko. fast poopers sem Já. eru bara eldsnögg Ég er það. Ég vil bara fara inn og klára þetta og beint út. Aha, þetta áður að smá stemning Þetta hefur að gera eitthvað með eitthvað svona bleiutráma held ég sko Þetta er eitthvað þannig sko Þetta er að það er svo margt sem er að greina á Steindi allavega. En er það næsta? Þá er næsta Já. Fá jólanjálg Ói fyrir 1 miljard Það er bara venjulegur nálgur. jólin eða missa alla útlimi fyrir 0 krónur Njálkin, alltaf. Ha? Hvernig jólan njálgur? Það er svona njálgur sem er svona hringlar í Jingle bells. Ég er út á nóttunum í bjöllu, litla bjöllu Já, Ef ég er með jólanjálg, hvað er miljard Já. þar ég annars að missa alla útlimi fyrir 0 krónur Hvernig þetta er Léttasta spurning Hvernig sögur. þetta er að smíða Þetta er basically hvort myndur þú fá njálkin Nei, þú farið miljard fyrir þeim. Já, þú leifir upp í jarðin fyrir orm En sem muni- drepur með lifi og hann er bara farin daginn eftir munið Já, það þegar bara Pétur þvo Jóhann- sængufötin í. En munið þegar Pírur fekk hann og sagði bara hann fann hann Finnur var með ekki hann. hvað þetta er heimspurning. Hann lá og hann bara, ég með njálk Hann fann hann, já, ég sko það er fjölskyldan og bara kringum mig fekk öll njálg, ég hugsaði til þín Stenþór það var þreyttu þetta en þið fekk ekki miljard Ég skal með þess að breyta þessu. Ég myndi ekki- frekar verið með njálg allan ásins ring heldur en að missa alla útlimi. Já, en þið vitið að þetta er ekki svo gamla góða Ég held að þetta sé Já, svona og ég þyrfti ekki krónu fyrir það. Nei, viltu það bara? Nei, ég vil ekki vera útlimalus. samt vera með hann En þetta er ekki eins og Það gamla myndi svona fara að vera út um það held ég sko Á öllum held ég að myndi fara þér svona Já, hvað manna erum best geggjað sko því. Já, Því ég er sköllóttur. Já, líka bara góður kjafturum og líka hann er bara Það svona kemur bara sterkur. alltaf þegar maður fyrir að klósta kemur bara útlimalus blöð og bara, segja líka Ég með njálk
Ég ætla að taka þetta allt í einu Útlumalaus með buttplug og alltaf verið að spjalla Ég var með njálk og buttplug og enga útlega inn á klósiti, sælir Það myndir þetta fara Það er með rosa vel Ég held að myndir púla Það er með rosa Með þessari þvælu ætlum við að kveðja okkar besta Jóhann Kristófer og allar að kynna í lagið Já, herra, þetta lag heitir Í fíl út í búndi mitt Í fíl út í búndi mitt Já, rosalega lína Já, þetta er kæðsbúndið sko og featuring Crabba Main produced by Maddie og þetta er FM-lagi held ég á plötunni sko Eitt að lokum, varst ekki búin að gefa grænt ljósa ég megi kalla sjálf mig gírkassan Jú, ég kom inn að færa þetta hendi Þetta er bara jóladagalskjöðu mín Takk hérlega Takk fyrir það og já, takk fyrir komuna besti Hér kemur í fíl út í búndi Topp tónlistarstöðin Þetta er FM 957 Það er til þér að hlusta hér á FM 957 á FM 957 og já, það styttist nú bara í að sjá koma að lokum hér hjá okkur á þessum föstu degi Já, Bríett og Joey Já, það voru færri innkomur en langar hjá okkur í dag Já, það voru hress Já, bæði virkilega skemmtilega og bæði að gefa út hann að gefa út plötu og hún að gefa út lag og platan hennar kemur svo út næsta föstudag þannig að þetta er svona eitt lag og svo kemur platan eftir viku Já, það er allt í gangi íslensku tónlistarlífi en við erum á leiðin til Kanarí ætlum að hafa það helviti kósið þar vonandi Já, við erum lendir, vonandi ef allt gekk vel Já, nei, lendir, já, núna bara á Kanarí Við erum komin upp á hótel núna Já, ég alveg, hvern er pottitt gýr Já, þú ert að rúla með gírkassanum sko, hann passar upp á sína Já, þú ætlar að taka þetta nafn bara á þig, gírkassin Já, ég meina, þetta er gott nafn Já, herðu, við hefum ekki komið inn á það Jú, við tókum það ekki í blöggastinu því að það var tekið upp á lögati Þínir menn fjallum maður Já Afturölding Já, hvað hefði ég eitthvað svona hlátur? Nei, það var ekki að hlæja Þínir menn fjalli, heyrðið svona? Nei, hvað er þetta rugg? Við klökum þetta í instant replay, ég held að blöða ekki hlægið Nei, ég hló alls Ég var að vonast til að þetta halda sér uppi Við höldum með afturlíku sko og það er svo mikið stemningsmönnum Við missum svo mikið að fyllibittum úr deildinni Ég líka er bara mjög mikið upp í Mosó Ég er með fullt af tengslu það Þú og Bösterinn og fleiri En fann ekki beint aftur upp Jú, við gerum það og ég þetta er bara raklið Já, svo er þetta líka bara það er nú gaman að vera með ykkur verkefni framöndan nú er bara verkefni Koma sér upp Já, þið með ekki missa Magga Maggi.net, það verður orðað hann eitthvað við Hákos á við Nú Já, þið verða alltaf honum Já, og missir hann annars tekki ég við liðinu Reynda væri þú Kikjaði Stemningsþjálfari Já, ég væri ógeðslega góður í klefanum En ég væri hræðilegur út af velli að segja hvað menn er að gera En þeir veit alveg hvað er að gera Þeir er að setja boltan bara í netið Þetta er ekki flókið, ég sendi á milli og reyna að skora Er þú bara að flippa? Ég geti sannfært liðum að vinna leik sko En ég geti ekki verið að segja mönnum ykkur tricks að nynna sko Basically þú ert að vera svona eins og manager í Englandi Þú ert svona á hliðalínni og þú serðum ræðunar og þegar í klefunum Svo ert með aðra sem sjá æfingarnar fyrir Þú setur á æfingastöðun að setja upp keilur bara með mann í því og það fáið góða með þér Já, þekki þið ekki leikin inn út þá verður þetta svona brjátt í real life þú tækir það afturheldingu það er þetta eitt skellur ég spurði Auðun hérna því að talandi um fótbolta þá eru okkar menn loksins á rönni Egill með 3 sigra í röði deildinni Finnast það spurning sem ég séð í spjalli Þetta er bara á ævi minni sko Þetta var að því ég var upp í bústað og hugsa hvernig áttu næsti leikur? Sá bara, hann var laugardaginn klukkan 3 Ég bara, yes, ég verð á Kanarí í gýr Þá fór ég alltaf að hugsa, nei, brúðkaup er á laugardegi Send inn, byrjar ekki brúðkaup öruglega svona 5 leiti? Nei, byrjar 4 Já, líka bara, þú veist, brúðkaupsdagurinn hans eitthvað, þú varst að það snúast Nei, ég bara spyrja hvernig það væri Við náum fyrir hálfleik Náum fyrir hálfleik, svo varum mættir í veislu Já, svo ertu bara með sko við reynda máli, það lítið peppaði fyrir United er reyndar sko, þetta er Nottingham Forest úti við erum hérna allan að skári og vorum maður aðeins peppar maður var en ekki það mikið að ég get ekki bara að fara mætti brúðkaupið í gýr 3 gýr sko, gýrkassi Já, þetta var nú líka bara svolítið ég að hleran En það hefði þetta verið fullkomið ef að leikurinn hefur 3 og wedding hefði verið 17:30 Já, það verið best Vissulega, en það er náttúrulega líka Það er ekkert brúðkaup sem byrja svona seint Nei, ég fatt ekki brúðkaup, það er sunshine Leið og hérna, ég sendi spurningun inn að fatta að þetta er brúðkaup alltaf, ég meina kirkjan hérna á Íslandi, er þetta ekki alltaf 2 2-3 og eitthvað svona og líka máli er ég að skoða hérna á Lauga Erum við að fara í kirkju þarna úti, veitu það? Nei, er þetta ekki bara svona gifting úti bara á staðnum? Það er klár á því, sko Þau eru eiginlega búin að gifta sig Þetta er 70-30 Íslendingar Spánverjar
Þannig að við erum að fara að kynast ykkur 6 spánurum. Já, fleiri Spánverjar. Eru 70% Spánverjar? Hún Spanish náttúrulega kærastan hans og hún með svona meiri hlutin Spanish. Svo, en maður ég held að Íslendingarnir munu drekka meira en Spánverjarnir samt sko. Ég skal lofa því að við 3 eigum eftir að drekka meira en 70% af þessum Spánverjum þessu brúðköpi. Herru drengi, það 22 gráður á laugardaginn og heiðskýrt þegar eitt en og nýra ganga nýra hitta prellan. Ég segi nú ekki alltaf, þetta eru úti. Já, það nú aðeins skara heldur að vera með bílinn fastan í snjóskafli hérna einhvers staðar eins og þú að fara út í sunshine. En þau eru heppið með spá hana samt sko, þú getur alveg lent í ógeð. Þú ert ekki heppið með spá, það alltaf gott við þér. Ég hef alveg verið á tenni og fengið ógeð. Það rigning núna eða? Í alvörinni? Það mostly cloud og light rain í dag, en svo bara við fáum frábært með að við erum úti. Já, en svo auðvitað risa helgi hérna heima líka. Það örugglega helvíti margir sem að hlusta núna á leiðin í Halloween partíð í kvöld. 1. nóv á morgun, þannig að ég ekki svona flestir að fá útborga í dag sem að hlusta. Klárt. Já. Við segjum bara eigið góða helgi kæru hlustendur. Við heyrumst vonandi aftur á þriðjudaginn með blöggasti. Annars verðum við mættir í beinni 3 gír næsta föstudag. Komnir heim vonandi með eitthvað skemmtilega sögur. En bara, eins og ég segi, góða helgi. Eitthvað sem þið vilja segja hérna lokan, drengir? Já, bara, ég tek undir það sem þú sagðir. Bara farið varlega og eigið frábæra helgi. Og takk fyrir að loka. Ég var ekki alveg að hlusta, hvað sagði það ekki? Ég er að skoða spána. Það eru mikil hálka. Já. Verið krakkar sem að labba melli húsa. Annars eru laustæði fyrir að springisand. Reyndar, það er eitt gott sem ég ætlaði að spyrja. Er það regla ef að þú ætlar að gefa nammi, áttu þá að vera með grasker fyrir utan, eða þetta bara eitthvað mið? Það er í Mósbæ að ef þú ert með grasker fyrir utan í kerti, þá er hægt að fara og trykk og trýta. Þá er þetta allstaðar þannig. Ég náttúrulega keypti ekki grasker, ég held að vera alveg nammi heima. En já, þú veist, svo kannski oftast er þetta líka í hverfisgrúppunum. Þá markar bara inn, þú veist, húsið þitt, skilur. Þannig að þú veist, þá getur þú farið með. Ég hef aldrei farið inn í hverfisgrúpuna. Nei, þú farið inn á hverfisgrúpuna og svo er bara. Erum við talandi hverfisgrúpuna? Við þurfum að fara að henda aftur í hana hérna í. Já, bara hárrétt. Í klefa. Það er bara listi. Það sem er bara, ok, þá getur þú sagt, skilur, að þeir fara náttúrulega ekki 2 einir, þá getur þú sagt við Rakel þarf vantilega að labba með þeim, eða þú ert úti. Þannig að þá sér hún bara, ok, þá getur hún farið í 5 hús og. Það er ekki ennveg, við fórum í fyrra, fórum við 3, kíktum einmitt á Hannes, hann var ekki heima og þau voru brjálæðir. Það ekki? Jó, ekki sáttir með það. En hverfisgrúpan, verðum við ekki að taka það bara? Það sé allir brjálæðir úti og varst ekki með neitt á Halloween. Það reyndar mjög gott. Allir í hverjunar að taka það. Skrifa þetta hjá þér, þetta verður klefin næsta föstudag. Það fyrir hverfisgrúpuna brjálæðir yfir að varst ekki heima eða áttur ekki nammi. Já, bara sína smá lit í hverfinu, það er allir að bilast á þér. Já, það er allir konum með leið á þér. Rífðu þig í gang. Takk fyrir okkur, heyrumst vonandi á þriðjudag. Þetta er FM 957